Góða kvöldið, kæru áhorfendur og velkomin með okkur hérna í Íþróttahúsi á Vesturgötu. Það er stór hátíð í gangi hérna, Hannibal Hauksson með mér, Örn heiti ég. Hannibal, til hvern dagur maður? Heldur betur hátíð í bæ, það er ekki oft sem við erum með hátíð í Íþróttahúsi á Vesturgötunni, en það er í dag. Þetta er svona samt svona, hérna, þetta er svona ljúfsárt moment fyrir okkur á IA-TV þetta. Enda líka ætlum við að kasta í bara risa útsendingu hérna svona. Þetta verður sennilega síðasta beina útsendingin frá körfuboltanum í einhver tíma. Já, með líður pínur sem sé læknir eða lögga eða eitthvað svona, það vona allir hafa ekkert að gera af því að við viljum vera í bestu deildunum sko. Og það er svolítið það sem við erum að upplifa. Við erum að fara að hafa ekkert að gera. En IA-TV er óútreiknanlegt, kannski finnum við eitthvað nýtt, við finnum okkur eitthvað. Já, það er ekki nokkuð spurning. Við náttúrulega erum búin að sinna körfuboltanum í rauninni sko formlega sem IA-TV síðan 2016, frá 2015 óformlega þar sem við byrjuðum í rauninni þessi sami hópur með útsendingar 2015 á YouTube-rás Körfuknattleiksfélagsins. Akkurat. Og það er mjög gaman að ég fór með settist yfir það að rifja það upp og ég sagði það einmitt við þig, Hannibal, við vorum með dagskrárlið þar sem hét Stúkuspjallið. Já, og sem að þú sást Ég sá hann var ekki alveg nógu virkur, ég viðurkenni það. Nei, en hann fór vel á stað, en svo var svona margt skemmtilegt, en það sem ég tók eftir, það eru 10 ár síðan, að þú varst eiginlega alveg óbreyttur, þú varst unglegur eins og þú ert núna, einu munurinn var liturinn á skegginu, það var bara dökkt skegg, ekki neitt grátt hár, það sýnir hversu lengi við erum búin að standa í þessu. Já, pældi því, og í raun og veru ég held að við tökum þetta aðeins lengra, þá varst þú nú í mynd á fyrstu reyndar í IA-TV-tökunum sko. Við vorum byrjar að kópera leikina tölvöld fyrir 2012, en IA-TV klárlega byrjaði Hannibal. Já, það buðist afsökunar á hljóðvesinni ef eitthvað er. Hérna, en hérna, þú veist, við vorum í Dalhúsum síðasta föstudag, þar sem að Skagalið tryggði sig upp í bónusdeildina. Og þess vegna erum við hér í dag og þeir eru að fara að taka á móti þessum hér. Hversu stór stund er þetta fyrir Skagaliðið, myndur þú segja? Sko, ef við spólum bara aðeins tilbaka og förum aftur í Dalhús eins og við byrjar að tala að vinna þann leik var gríðarlega mikilvægt. Ef við hefum ekki unnið þann leik, ef við hefum ekki unnið þann leik, þá værum við ekki með þennan bika fyrir framan okkur hérna núna. Það væri ekki hátíð í bæ á Akranesi í kvöld. Það myndi mögulega ef við myndum vinna þennan leik þá hefðum við tekið hátíðina á Selfossi á mánudegi. Og Vesturgatan eða svona tvöfalt Vesturgatan, ekki búin að tapa leikinn á tímabilinu og versus það á föstudegi hér, versus það að gera þetta á Selfossi á mánudegi, þetta er bara sáleikur skiptir gríðarlega miklu máli. En að þú spurðir með hérna að gera þetta hér, þetta er ómetanlegt, þetta er svo sögulegt fyrir lásins 1993 þegar þetta gerist síðast að ég vinnu fyrst deild fyrir upp, það er í þessu sama húsi og að öllum líkindum er þetta lið að fara að spila leikina sína í öðru húsi í bónusdeildinni að ári. Algjörlega. Eða ekki ári. Já, seinna á þessu ári. Á keppnistímabilinu ári. Þannig að þetta var rosalega mikilvægt að fá að eiga þessa stund hérna og ég vona bara að við sjáum, það er vel mætt nú þegar. Algjörlega. Ég vona að við sjáum fullt hús og þetta eru minningar sem fólk tekur með sér bara út í lífsleiðina sko. Já, og við erum, eins og ég segi, það eru 25 ár síðan Skagaliðið var í efstu deild síðast. Þannig að það er búið að vera löng þrautaganga og við ætlum að reyna að fá Jón Þór Þórðarsson til okkar í spjall. Ef hann sér mig, það spurning hvort að ég fæði til þess að stökkva eftir honum. Ég skal stökkva eftir honum. Af því að ef einhver hefur í rauninni bar mesta ábyrgð á því að halda Körfuknattleiksfélaginu á floti. Heldur betur. Þá er fáir sem kannski eru mikilvægir heldur en akkur Jón Þór Þórðarsson. Heldur betur. Og ef við rifjum upp 1993 leikinn, þá var hann bara, held hann hafi verið fyrirliðinn í þessu liði, hann var með 30 stig í úrslitakeppninni og hann var til þess að liðið komst upp. Það gekk á ýmsu, við möttum að rifja það kannski upp síðar en hér skal fara að sækja. Já, við bara hingrum á meðan og sjáum kannski bara svipmyndir af stúkunni eða eitthvað.
Hvað? Jæja. Og þessi típist hann var hérna bak við að pumpa í bolta. Já, Jón Þór á leiðinni og eins og ég segi, það eru fáir sem að þessi dagur lítur að skipta rosalega miklu máli fyrir Jón Þór og ég bara gerir fastlega ráð fyrir því. Jón Þór er á leiðinni til mín. Við fáum hérna síðan Lucien Kristoffis í viðtal einnig hérna eftir smá stund og Jón Þór menn taktu við þessum hérna mátt vera hérna til hliðar hérna þessi er girnilegur. Ég var að segja það Jón, það hlýtur að vera sérstök stund fyrir þig sem er búinn að standa vaktina í gegnum Ólgusjó síðan árið 2000, síðan við vorum síðast í efstu deild og ég bara fullyri það eru ekki margir sem að eiga jafn mikinn heiður skilinn af því að það sé ennþá spilaði körfubolta á Akranesi og þú, hverju svararu því? Takk fyrir það. Já, ég átti með þessari spurningu sko. Fyrsta lega náttúrulega stöndum og herðum manna sem að ruttu brautina og kannski sérstaklega mín fyrirmynd í öllu þessi Ragnar Heitir Sigurðsson sem að bara var óþreytandi við að halda þessu gangandi og ég held að maður hafi bara svona smittast á því. Svo náttúrulega hjálpað til að börnin og fjölskyldan hafa verið að taka þátt í þessu og þetta hefur alltaf verið skemmtilegt fólk í kringum þetta. Þannig að já, þetta er búið að vera bara... Við erum ekki? Við erum að skiptast á að tala í þetta? Já. Þannig að þetta hefur svona bara verið blandað þessu öllu saman, sko. En hérna, sko, eins og ég kom inn á, þetta er búið að vera löng svona eyðimerku ganga og liðið búið að fara niður í aðra deild, fara upp í fyrstu deild, aftur niður í aðra deild, þetta er búið að vera svona svolítið mikið flakk upp á við og niður á við, þú veist. Finnst þér, kemur það þér á óvart að Skagaliðið sé komið þetta hátt akkurat á þessum tímapunkti? Já, þetta er svona... Þetta gerist mjög skarpt þannig að sko, þetta er alltaf mikil gleðistund að vera að taka þetta sem núna en óneitt líka svolítið áhyggjur af framhaldinu og hérna ég held að þetta verið stór bara líka stórt viðfangsverðning fyrir íþróttasamfélagið á Akranesi. Í efstu deild í stórum boltaíþróttagreinum því að eins og við þekkjum þá snýst þetta rosalega mikið um fjármagn og fjármuni og þannig að þetta verður verðugt verkefni sko. Sko, nú Hannibal kom inn á það að þegar að einhverjar minningar úr þessu húsi sem að við erum nota bene að kveðja hér í kvöld. Já, þetta er náttúrulega óneitanlega, þetta er svona í takt við það þegar þetta var á þessum tíma sem að uppgangur var sem mestur og og við tölum íþróttasamfélag Akraness og við vitum það alveg þegar það er stemminga þá eru skagamenn fljótir að flykkja sér bak við íþróttaliðin sín og það er óvíða sem er eins mikil stemming og stuðningur eins og á Akranesi þannig að umgjörðun og það sem við erum komið núna er alveg á úrvalsdeildar kaliber. Þannig að það er glæsilegt en náttúrulega síðustu þegar við vorum í COVID þá var enginn hérna og kannski ekki síður náttúrulega bara hrósa á ykkur í IA-TV að hafa, það er ekki bara ég sem hefur gengið ölduna, þið hefur siglt með ykkur allan tíma og þetta hefur ekki alltaf verið svona mikið og spennandi sjónvarpsefni eins og er núna, þannig að það eru margir sem hafa lagt hönd á plóginn og ég bara vona að við séum öll sem flesta gleðast yfir þessu. Takk kærlega fyrir spjallið.
fade slow. Silk pajamas when I wake though. Mirror bow to the face though. I drunk text J-Lo. All numbers so it bounce back. Boy, one that got to bounce back. Used to get paid for shows on front door. Money 5, 10, 20, hand sanitize. How do you count that? Me and Gibbo was about that. Eating Applebee's and Outback. Southwest, no first class. Hill rooms got a double up. Right now they want a double cup. We ain't even have a tour bus. Girls wouldn't even think of recording me. I fall asleep in sorority. I had some different priorities. Weezy had all the authority. Women I left is ignoring me. Now they like I'm too adorable. I know the question rhetorical. I took the team from Oracle. Mama never used to cook much. Used to chef KD. Now me and chef KD. Better shop at 20 G's. I brought the game to his knees. I ain't made too much these days to ever say poor me. Way ahead I never see. Free smoke, hey. Free smoke, hey. Free smoke, hey. Niggas move so ways. Please come outside the house and show yourself so I can say it to your face. It's bound to happen, man. It's gotta happen now, so let's just get it out of the way. Now the niggas going bad on me, please, one at a time. I wanna move to Dubai, so I don't never had to kick it with none of you guys. I didn't listen to whole one of those songs when he told me pay no mind. I get more satisfaction out of going at your head and seeing all of you die. I seen a lot of you die. Free smoke, hey. Free smoke, hey. Free smoke, hey. Hit the hills where I pause, yeah. Yeah, you already know, yeah. I'm the troublemaker in the neighborhood, far as troublemaking goes, yeah. House party of the road, yeah. I am not a kid to play, this kid doesn't play by the flow, yeah. Y'all keep playing with your nose, yeah. You get high and do the most, yeah. How you let a kid fight ghost riding moves turn into a ghost? All you niggas got jokes. Free smoke, free smoke. It's an OVO thing, eh? You don't know, eh? It's an Eastside thing, eh? You don't know, eh? More life. Set. Það mikið læti og stemming í stúkunni. Já, og mér skildist að heyrðist ekki mikið ykkur áðan, ég ekki viss að heyrðist mikið ykkur núna. Nei, við erum að hinkra hérna eftir að leikmennir eru komnir aftur út hérna og Lucien Kristofis ætla að koma í spjall til okkar. Lucien náttúrulega einn af þessum strákum sem ég fann að líta hálfpartinn á hann sem heimamann. Já, bara algjörlega og þú veist, maður hefur svolítið séð þetta, kannski gaman að kemur inn þetta núna, við höfum kannski gera aftur eftir, en þetta með þessa erlendu leikmenn og þetta umtal það, þú veist, þess að hérna sem við getum talað Akranesi sem við erum með 4 erlenda leikmenn, þetta eru allt menn sem eru bara orðin partur af samfélaginu. Og það fyrir mér, eins og þú segir, hann bara orðin svo heimamaður, það nákvæmlega sem hann orðin eins og. Akkurat, og bara, þú veist, það hefur verið margar rætt það bara með liðið, það er kannski komin tíma að við ræðum aðeins bara liðið í vetur og Lucien, ég segi að hann að koma. Bara það sem hefur enginn skagalið og margir hafa sagt, það er liðsheildin og það er svo margir sem að geta lagt eitthvað að mörkum. Ég held að bara skýrasta dæmi það er að við erum með lið sem að vann deildina og það er engin leikmaður að skora meir en 20 stiga með þetta leik. Það er fáheimt held ég að lið fari gegnum tímabilið þannig. Yfirleitt er einhver einn erlendur leikmaður sem er langbæstur. Akkurat. En við erum bara með liðsheild. Og sjá þetta. Nákvæmlega. Hann hefur engan tíma fyrir okkur. Maður fólksins. Við ætlum að fá... Okay, Lucien, welcome. Hi, thank you very much. And congratulations, by the way, on winning the league. Thank you. So, we could see you, saying hi to the fans. Probably, are you coaching some of them? Yeah, pretty much all of them. Yeah. So, what do you think is the key to this success that this team had this year? Just the atmosphere, the energy throughout the whole club. Everyone willing to be a part of it, and just the positivity that's flowing through it, which is amazing. Yeah, I just told Hannibal just now that you've been here for a while. You've been here a while. Yeah, 3.5 years. So I often talk about you like one of the local lads. So do you feel at home here? Yeah, I think from the first day I got here, I felt so welcomed by everyone. Akranesi is such a welcoming town, and it's beautiful to see. We were also talking about this is a team win. Yeah. We have no player that is averaging more
than 20 points per game. Exactly. So we have a lot of players between 18 and 10. Yeah, exactly. That's a strong key to go to the bonus league, to have this team, together. Yeah, it's great because anyone at any given day can have their game. Yeah. And it's just amazing to see that we play for each other, we play for the team, and we play for the town. So it's amazing. Just tell me, the trophy is over there. So since Friday, when this was clear that we won the league, how hard is it to get focused during the week to prepare for this game? Last game in Vestergatan. Yeah, it's very tough. Okay, knowing that we've already won the league, but still we're undefeated at home, so we want to keep that reputation. So it's difficult, but we stuck down. We put our head through with the training this week, and hopefully we come out and we give a good game just for the last home game of the season for everyone. So what do you think about these fans over here? Amazing. Yeah. It's amazing, man. It's so electrifying when there's cheering and shouting. It's beautiful to see from us. It gives us so much confidence and courage when we're on the floor. So it's beautiful to see. Yeah, thank you. Yeah. You better continue warm-up. Oh yeah. Have a good game. Yeah, take care. Já, Lucien, bara hetja almennings. Heldur betur og líka ef við ætlum að taka einhvern einn mann fyrir og ræða hann og við getum rætt Lucien núna þegar hann var hjá okkur. Já. Framlagið sem hann að setja, hann ekki alltaf að skora með eftir að gera þetta stóðstík að taka flest frákvöð. Það gefur sig alltaf 100% í leikinn. Algjörlega. Það sem við vorum að ræða með liðsheildina. Þetta svona ein óséð hlið. Því að skoða blöðuna að lest ekki greina. Það stendur aldrei neitt hver var að leggja svoleiðis fram, en hann einn af þeim. Já, en Óskar talaði það henni í klefa eftir Fjölnisleikinn daginn. Að einstakt að vera með lið þar sem menn ekki að gera endalausa kröfur, meiri mínútur, fleiri stig, meira hlutar, stærra hlutar. Lucien klárlega maður, hann búinn að detta inn og út úr byrjunarliðinu og hér Óskar mættur. Óskar, bara gleðilega hátíð, nota bene. Já, takk sömuleiðis. Hvernig var að í rauninni undirbúa liðið fyrir þennan leik og þessi vika? Hvernig hún búinn að vera síðan á síðasta föstudag? Þetta bara pínu skrítin. Það búið að vera bara frábært núna að vinna síðustu leiki og allt það. Núna bara einn leikur eftir sem við alltaf viljum vinna þennan leik, alveg sama hvort við komum upp eða ekki. Við viljum klára þetta tímabil aðeins að tapa hérna í Vesturgötu og gefa aðdáendunum alvöru leik. Ég meina, það að fyllast húsið, bara þetta sýnir henni hvað, auðvitað velgengni, henni fylgir alltaf einhver svona stemming, en skilur, hvernig að upplifa þetta sem nú ertu ungur þjálfari, Það má alveg segja að kannski velgengni fylgi að gangi vel að mæta fleiri, en það má líka segja að við erum að vinna út af þessu fólki. Þetta fólk hefur mætt okkur einasta leik í vetur og verið að styðja okkur. Við erum bara með fjölmennasta heimavöllin einhverjum einasta leik og að sjálfsögur það er búið að gefa okkur helling og það er ekki tilviljun, við erum ekki búið að tapa hérna heima með þetta fólk hérna. Já, ég var í klefanum með ykkur eftir Fjölnisleikinn og ég heyrði þig tala og ég var einmitt að vitna í þig hérna rétt áður en þú komst. Hversu einstakt þér finnst að vera með þennan hópa leikmönnum sem eru svona margir sem geta lagt sitt af mörkum en leið eru ekki að gera kröfur fleiri mínútur, verið í byrjunarliðinu, skilur að bara ég. Hvernig verður svona hópur til? Sko, þetta er náttúrulega bara sambland af ótrúlegum karakterum, bara strákar sem eru bæði bara algjöru vinnarar, bara allir sem meitt og til að leggja sig fram á æfingum, voru virkilega langar að vinna og við höfum bara smullið ógeðslega vel saman, bæði sem bara vinahópur og sem þessi körfuboltalið. Og já, það er bara ekki hægt að hrósa þessi strákum nógu mikið fyrir það hvað þeir eru búin að vera að gefa mikið fyrir félagið og gefa mikið fyrir hvort annan og styðja hvort annan í gegnum bara allt saman. Já, takk fyrir spjallið. Takk fyrir. Ég sé að það er tæknimenn mættir til þess að setja mikrofónaði. Já. Takk fyrir að þóra því. Þetta verður skemmtilegt. Já, þetta er takk hérlega og gangi ykkur vel. Já, eins og ég sagði það stendur til að setja mikrofón á þjálfarann í dag. Við erum að prófa alls konar hérna á IATV en ég held að ég fari bara að gefa boltan upp í stúku. Við komum aftur með lýsinguna á þessu leik eftir smástund. Já, hörðu. Já, það var Hannibal að senda mig. Já. Erum við klárir? Já, ég Hannes,
velkomin og gleðilega hátíð. Já, sömuleiðis. Hvernig líst þér á? Nú ert þú búinn að fylgjast með skagaliðinu undanfarin ár. Þetta er geggjað. Og mér langar bara að segja, þú veist, bara hvernig líður þér, finnst þér að sjá okkur vera komin á þennan stað? Þetta er bara geggjað, eins og ég sagði. Ég var erlendis á síðasta föstudag á okkur fundi og það var að fylgjast með leikjunum og maður var í svona tilfinninga rússíbana og það var í svona fyrsta sinn líka bara eiginlega frá því maður byrjaði sem maður leiði svona frá því ég fór í KKÍ og maður var í kringum allt það starf þar sem maður leiði sér að fagna bara innilega sínu félagi því að bara uppbyggingi sem búin að vera á undanförnum árum, allt sem búið að gera, þú veist, allt þetta sem að allir þessir einstaklingar á þess að maður vilja nefna marga, bara þetta sem að Jón Þór er búin að vera að byggja inn upp á undanförnum árum og áratugum og allir þeir sem eru í kringum þetta, þú veist, þetta er þeirra, þú veist, þau eru að vinna þetta inn með öllum þessum einstaklingum sem eru hér og fyrir bæjarfélagi eins og Akranes þá er þetta náttúrulega bara geggjað og ekki búið að vera í efstu deild náttúrulega í bara 10 ára. Og þá veldur maður líka fyrir sér, Hannes, bara hvernig er það fyrir þetta sérsamband að fá í rauninni, Akranes er stórt bæjarfélag, skilur, að fá aftur í efstu deild. Ég meina, þetta lítur að hafa eitthvað að segja líka fyrir körfubolta og útbreiðslu körfubolta á Íslandi. Algjörlega, og þetta gerir það og þetta er það sem við erum átt að segja. Það er svona fegurinn við körfuboltan. Við erum ein útbreiðasta íþróttagrein landsins sem erum að spila hringinn í kringum landið og það er ekki þannig í dag þetta sé bara, þú veist, nokkur félög sem eru bara eiga alltaf sitt sæti að nú er orðið þannig, það eru bara mörg félög sem gera tilkall til þess að vera í bónusdeildinni og spila í efstu deild og það er svona líka gaman að sem ég var áðan að fá svona nýtt félag sem eru, þú veist, hérna nokkrar áratugir sem vorum uppi síðast að það er það sem er svo gefandi og líka því við vitum að starfið henni er búið að vera svo gott, það er búið að vera svo gott starf í kringum körfuboltann á Akranesi í mörg ár, eins og ég var að segja hérna bara við hann Jónas rétt á hann þegar við vorum, þú veist, þegar við vorum með strákana litla hérna fyrir 10-12 árin síðan á gruna okkur ekki það að þetta er því staðan 10 árin seinna. Við vorum á mótunum út allt og hafa gaman og þetta er frábært fyrir bæjarfélagi, þetta er frábært fyrir íslenskan körfubolta, þannig að þetta er bara ein stór gleðistund sem á að vera hér í kvöld. Algjörlega, og eins og ég segi, þetta hús, við erum að kveðja þetta hús líka, Hannes. Það er líka eitt. Þetta er sögufrægt hús. Þetta er alveg geggjað hús og það er eins og ég var líka að segja, auðvitað gaman að fá nýtt hús og það er frábært að bæjarfélagi sé að gefa okkur nýja aðstöðu með nýju húsi, en vá hvað maður ætlar að sakna þess að koma ekki í Vesturgötuna í körfubolta. Takk hérlega fyrir spjallið, Hannes, og bara góða skemmtun í kvöld. Takk. Þá skiptum við upp í sett.
Velkomin á lokaleik IA. Hannibal, við erum komnir hérna upp í kunnulegar aðstæður hérna upp í stúku og Sigurjón mættur út á gólfið. Heldur betur, hvernig, svona kallmat, hvernig líður þér betur hér en vera á gólfi? Sko, mér fannst alltaf gaman að vera á körfuboltavelli. Já. Og Sigurjón er nú... Þessað aukin, áflagkappa ennharða fyrir IA TV. Já, takk kærlega. Takk kærlega Sigurjón. Takk fyrir það. Mér hlýnar öllum að innan. Þá hefði ég verið næstu. Við byrjum á því að bjóða kvöldsins velkoma. Það er nú kannski, má vekja athygli á því að það heyrist vel og skýrt í Sigurjón í kvöld. Já. Ísólfur Haraldsson kom hérna fyrir í dag og hugsaði að hvað ætlar að nota þetta hljóðkerfi og talaði það um hljóðkerfi hússins. Hann sagði, nei, þetta er ekki í boði. Nei, og hann er með ljósinn líka. Já. Og hérna, já, það er bara ljósasjó og allt og ármenningar fá meira sér svona smá smjörþef að því. Heldur betur. En, Hannibal, þetta er búið að vera svo gaman og ég er búin að vera svo spenntur. Þó þetta sé bara eitt leikur, þetta er bara, þú veist, þetta er bara í Ármann, fattaru. Bara stemmingsmaður. Já, en, þú veist, ég var í leikmannahópi IA þegar við vorum síðast mjög nálægt í að komast. Við vorum einu leik frá því að komast upp á sínum tíma. Fyrsta ári mitt í stjórn. Já, akkurat. Og hérna spiluðum einmitt við Skallagrím á Jaðarsbökkum þar í ótrúlegum leik og svo 8 leik í Borgarnesi. En við skulum leyfa kynningu Sigurjóns á IA-liðinu, leyfa hérna. Á einn komið að liði Skagamenna. Númer 1. Styrmir Jónasson. Númer 2. Kiljan Ottjes. Númer 4. Davíð Má Andersson. Númer 5. Hjörtur Ransson. Númer 7. Kristoffer Már Gíslason. Númer 8. Serdar Stejális. Númer 10. Jóel Dúranóna. Númer 10. Lucien Thomas Kristoffer. Númer 11. Julius Dúranóna. Númer 14. Aron Elvar Dagsson. Númer 21. Guðbjartur Máni Gíslason. Og númer 24. Viktor Batutos. Þjálfari Skagamenn er Óskar Þór Þorsteinsson. Og hvetur við stígum okkar mennir. Áfram IA! Geggjað. Þvílík stemming í húsinu, Hannibal. Já, velkomin á Vesturgötuna. Það er bara fullur salur. Við sáum þetta áður í stofunum á gólfinu. Við gerum það nú ekki oft. Nei, akkurat. Það er fullur salur. Og það eru 3 mínútur í leik og það er bara spurning hvort að við fáum kannski varpað upp á skjáinn liðunum. Ég held að það sé ekki klár. Nei, annars vorum við enda við að hlusta á þau hérna. Sko, ég er búinn að vera aðeins að grúska í tölfræðin okkar. Þetta er í nótabene, þetta er 100. körfuboltaleikurinn sem við sýnum í beinni á IA TV síðan 2016. Það er svoleiðis. Og þetta er 5. leik, nei, þetta er 7. leikurinn á móti Ármanni. Já, við höfum sýnt 5 leiki hér á heimavelli gegn Ármanni, ýmist á Jaðarsbökkunum eða hér og Skagamenn með 3-2 í þeirri rimmu. Þannig að sko, þetta nú er alltaf, það er öll augun á því að IA er að fara upp í bónusdeildina í kallamegin. Gleymum því ekki, Ármenningar eru í öðru sæti fyrir hennar leik og kvennalið Ármanns var að tryggja sig upp í eftirdeildina í körfubolta kvenna. Ármann er í þeirri stöðu að geta verið með 2 bæði kalla og kvennalið í eftirdeild í körfubolta sem er magna afreng. Ég held að það séu 65 ár síðan að kvennaliðið Ármanns var í eftirdeild. Ég veit ekki hvort að kallaliðið Ármanns hafi verið í, jú, örugglega, en það er lengra síðan en ég man. Já, ég get alveg ímyndað mér bara, sko, þetta væri bara svipað eins og þegar sko, Íþróttafélag stúdenta var í efstu deild með bæði kallalið og kvennalið. Heldur betur. Sko, já, þannig að þessi leikur skiptir Ármenninga höfumáli og við skulum bara átta okkur á því að, þú veist, þó að Skagalið kannski þurfi ekki sigur og að sko, Ármenningar vilja klárlega að vinna þennan leik því að heimavallarétturinn getur bara skipt hellingsmáli
Því að eins og staðan er... Herri Óskari. Já. Communicate, be excited, but we have to be smart as well. If we don't have anything good, we can take our time and play down the shot clock. But we want initially to try to get a fast bucket. We want to play the pace when we can. First play, we're going 23. I have Lucian here, Sertan same side corner, Victor, Christo, Kenyon. What are we gonna do? We're gonna do it same way as normal. But if we don't have anything after that, let's say Sertan is then here, Kenyon just played the play, we didn't get anything after the down pick. Kenyon setting a back pick here for Christo, and you're slipping. My setting is just normal 23, normal 23. If we don't have anything on the opposite side, we run this. Hey, let's enjoy the shit over there! Normal 23, það bara, ég algjörlega sammála því. Já, 23 góð tala í körfubolta, þannig að ég held að þetta sé eitthvað mjög gott. En sko, ef við skoðum fyrirgefðu, af því að þú minnst á það, Ármann í öðru sæti og við erum með jafnmörg stig og Hamar. Eins og staðan núna, þá ef Ármann heldur öðru sætinu, þá þeir að fá annarkvort KVF eða Selfoss líklega í fyrstu umferð. Ef að þeir fara niður sæti, þá bíða lið eins og til dæmis Snæfell. Já, við skulum kannski fara aðeins yfir þetta eftir. Ég vann smá heimavinnu varðandi stöðum deildinni og hún merkileg. Já. Hún merkileg og frendur okkar í Borgarnesi í brasi en þeir eiga séns á því tæknilega að komast í úrslitakeppni. Hvað heldur þig? Það náttúrulega bara galið, sko. Það galið. Og þeir eru neðstir með 10 stig. Eins og ég segi, Skagaliðið eftir með 34, 6 stiga fórskot á Ármann og Hamar sem eru með 28 stig. Sindri síðan kemur með 26. Ég held að ansi mörglið sé að veltaði fyrir sér hvar Sindramenn enda, þú veist, að vilja ekki vera endilega liðið sem að þarf að fara á höfn í úrslitakeppni, það ekkert fyrir hvern sem En þetta byrjað. Þetta komið á stað og það eru ármenningar sem að eiga fyrstu sóknina. Góð vörn til Lucian, þetta svo rendi fyrir leikinn, hann að fulla allan leikinn. Kemur fyrsta skotið hér, Kristoffer setur það niður, þristur. Kristoffer Breki. Fyrsta stóðsendingin hjá Adamanta Bóri kominn. Hann með margar, þetta er sem stóðsending í deildinni. Lucian á Sertan. Lucian í byrjunliðinu núna og Viktor. Og skorar hérna yfir Cedric Taylor sem að vann ekki að spila Álftanesi. Cedric. Gríðarlega sterkur og mikill skrokkur. Fín skot hann á fín vörn hjá Kenyon sem að gerði skotið erfitt. Fyrsta skotið í Arnaldi í leiknum, hann er stigasti maðurinn í ármenningum á þessu tímabili. Við erum að hafa góða getur á honum. Já, með 22,6 stig og 9,4 fráköst. Hafa það á hreinu. En ármenningar í smá vandræðum hérna Kristoffer og Skagaliðið kemur upp með boltan. Serjan. Já, Kristoffer. Og skrefar. Spennustíð hátt. Já, Skallagrímur tekur á móti Hamri í kvöld og Snæfell tekur á móti Breiðablik. Og þetta einhvern veginn einmitt þannig að eins og deildin er búin að vera að spilast, eins og þú varst að byrja að koma inn á áðan að þú veist, það engin leikur núna, þetta næst síðasta umferðin. Það engin leikur sem skiptir einhver máli. Það bara nákvæmlega þannig og þú sér það bara eins og með þessari spurningum úrslitakeppni versus fall. Við erum að sjá það að Breiðablik á eftir að spila innbyrðis á móti KF og Snæfell. Snæfell eftir að spila innbyrðis á móti Breiðablik, svo leikum móti Hamar sem ekki alveg á sama stað. Svo erum við KF og það sama, KFG og Breiðablik. Og Selfoss á barndar spila móti IA, en Selfossingar eru þeirri skrifni stöðu og þeir eru ekki með innbyrðis á neitt af þessum liðum. Hvort Breiðablik, Snæfell, KF, KFG eða Skallagrím. Það magnað. Skallagrím eins og það. Þeir eru með inni á móti Selfossi og KFG. Lucian missir boltan frá sér hérna. Ágætis vörn hérna hjá Arnaldi. Setur hann hérna tilbaka á Adama komið og Villa dæmd á. En Viktor lenti, virðist vera illa hérna. Adama Kasper Darbo hérna. Fína myndir hérna. Hvað erum við margar myndir? 6 eða? Nei, það eru ekki svo margar. Það er svona virka fleiri sko, en við erum með 4 í heildina. Það ekki? Nei, það eru 3. En
Það einnig meira heldur en sumir voru með hérna síðasta heimaleik. Og ég ætla ekki að nefna neinn nöfn þar. Gríðarlegur hávaði hérna í stúkunni, en Darbo lætur það ekki á sig fá með 15,8 stig að meðaltali, 7,2 stoðsendingar, fínasta tímabil hjá honum. Og Kristín eru líka vinur hans. 5-2 fyrir Ármann, 2 mínútur liðnar. Viktor út á Kristófer inn að körfunni á Auðunsjók, glæsilega gert. Skrítinn varnarleikur þarna hjá Skagaliðinu. Já, góð opna Viktor, kemur upp og býtir pláss fyrir hann. Já, setur þurftar alltaf að eldan. Já. Darbo í 2 stiga skotið, gerir þetta vel. Einhver munin aftur í 3-7-4. Þannig að Lucien og Kristófer. Serjan kemur að færa hann. Smá hikst núna á sóknarleiknum. 4 skottlíku. Og reyna að koma sér inn á Lucien hérna, en það er Skaginn sem á þetta innkast. Það er sekundar. Það er bara backdoor alley-oop tróðslega hérna hjá... Nei, Kinjón þarf að tekur þetta. Já, það er... Og Lucien verður að vera snöggur að skjóta, gerir það, og þetta er bara varið skot líklega hjá Frosta. Darbo yfir á Kristófer keyrir inn og fín boltarhreyfing, setur ekki þristinn, setur hann niður. Það er ekki mikið tryggjast að skipta, en... Nei, Cedric Taylor Bowen með 17,5 stig, stólinn bolti. Skagalið er ekki að fara vel á stað hérna. Svona kæruleysislegt. Svo Óskar kom inn á, þú veist, þetta er... Við erum taplausir á heima, þetta er sendingin út í hornið. Kinjón í þristinn og gerir þetta vel. Nýtir allt spjaldið. Já, Kinjón er með bara fína nýtingu í sínu þriggjastaskotum á tímabilinu, en hann bara skýtur ekki mikið. Eitthvað myndi segja að þetta skjóta meira. Já. Þetta er Cedric, galopinn, það setur hann það niður, 13-7. Kinjón út á Viktor er opinn, fer í skotið líka. Darbo með frákast. Ég ætla, já, Styrmir klár að koma inn á. Kristófer ætlar að fara 1 á 1 hérna móti Lucien og Lucien brýtur á honum. Og 2 víti framöndan. Sjáum þetta aftur hér. Það sem að kalla góðvilla. Já. Það var komin inn á. Serjan kemur af velli, Styrmir Jónasson kemur í staðinn. Kristófer misnotar fyrir vítið. Kristófer búinn að setja senna. 14-7. Styrmir. Viktor, fínt en náðu skiptum hérna. Það var vel gert. Viktor þeir náðu þessum skiptum sem þeir voru að reyna að koma Cedric af Viktori og Arnaldur réði bara ekki við Viktor hérna. Þetta er stólið bolti að Kinjón, hann er með flesta stóldan bolta meðaltali í þessari del. Tefla 4 á í leik sem er heldur gott. Já, það er mjög gott. 14-9, Cedric með Viktor á sér. Frosti reynir að komast frá Styrmir dæmdur brotlegur. Sjáum þetta aftur hérna. Þetta er ákaflega, þetta var svona Jón Óttavilla. Heldur betur, blessuð minningar. Ætli það sé ekki búið að sko svona opinberlega skýra þessa villu, Jón Óttavilluna. Þess að tegja sig hérna. Ef ekki þá erum að gera Já, þú veist, mér finnst þetta að vera svona kannski svona eins og heiðushöllin, skilurðu. Já. Hérna, þú veist, þetta var eins og í NBA var til eitthvað sem heit Kobe Rules, skilurðu.
Þetta alveg á mörkunum að vera. Já, ég meina við fengum svona ástæðningsvill á okkur í Fjölnishúsinu bara í lok fyrri hálfleiks. Já, þetta á varnarhelm, eða sérst í rauninni á varnarhelmingi í Skagans. Það kannski staðsetningin fyrst og fremst sem að Lucien sækir snertingur á Cedric. Vel gert, það vill hann Cedric. Já, þetta aðeins betra hjá Skagaliðinu núna. Steinar Kaldal, þjálfari Ármanns. Og hér kemur inn á leikmaður númer 11. Jackson Baker. Í staðinn fyrir Arnald. Arnaldur stigalaus ennþá. Ykkur á línunni. Ekki uppmála hérna. Hvað hefur byggja það. Tryggja stefnunur. Og vörðin Skagamann ekki alveg tilbúin. Frosti með boltan fyrir Ármann. Setur þetta upp. Baker í horninu. Það svo langur, Viktor með frákastið. Og pressi hörnandi hjá Styrmi, næra truflan í skotinu. Skagalið getur mögulega að jafna hérna. Kinjón vil fá hérna hindrun. Fær hana, kemst í galopinskot og jafna metið fyrir Skagan. Þessi gæi, hann búinn að vera með líklega vasanum allt tímabilið og það bara, hann veit ekki að það er út. Og Styrmi ver! Og þarna geggjuð varsla hana hins vegar hjá Styrmi. Og vörnin góði og Kinjón þar á undan. Kristoffer sækir inn að körfunni, engin villa þarna. Áttust við Kristofferarnir, Cedric með fallegt skot yfir Viktor. Cedric held ég ekki að fara að spila svona í 40 mínútur. Nei, það Styrmir, keyrir inn en á vítalínuna. Það var Viktor ekki meðvitaður, bauðst í skotið hana frá Styrmi. Og Lucien fer af velli og Aron Elvar kemur í staðinn. Eins skipta ármenningar. Inn á kemur Kári Kaldal. Í staðinn fyrir Frosta. Sonur þjálfar hans að ég fer ekki með fleipur? Nei, ég minnst það mjög líklegt. Galopin, ofopin mögulega. Já, Kinjón. Við megum ekki við að gefa hann mörg svona skot. Sko, nú velti maður fyrir sér. Kinjón, Hodges gerir þetta vel, kom með 8 stig. Þetta er ólíkt honum. Akkurat, og ég er að velta fyrir mér. Af því að, sko, staðan eins og hún er núna. Við erum að fara upp deild. Já. Hann veit hversu erfiður og harður bransið þetta er. Já. Þarf hann ekki bara núna að sýna, herru, ég get líka verið svona guður. Ég var að reyna að segja það áðan hérna að þessi gæi er búinn að vera með líklega vasanum allt tímabilið og hann hefur bara ekki fattað af hverju hún er en hún er á þessari rútu sem þetta liðið er. Já. Og ég held að sé búinn að setja lykilinn í svissinu og bara starta og keyra af stað, sko. Já, ég nefnilega hef haft þetta á tilfinningunni og svo sem nefnda áður í lýsingum hérna að sko hann er svo nýkominn úr háskólaboltanum, þetta er gríðalegur íþróttamaður en sko að koma úr háskólaboltanum sem er svona liðsíþrótt, menning svona rútínu og allra síst sko leikstjórnandinn á að vera eitthvað númer sko sóknarlega. Hann hefur held ég nefnilega sko skorunarhæfileika sem við erum ekki alveg búin að sjá. En hins vegar í þessu liði þá er þetta akkurat maður sem okkur hefur vantað og höfum þurft að spila aðra upp. En þetta verður áhugavert og erfitt verkefni fyrir stjórnina í rauninni að spá í samstarfið þetta við Óskar. Það er alltaf erfitt að ræða mönnunina á liðinu og þetta er náttúrulega nýr veruleiki eða gamall veruleiki fyrir Skagaliðið að hér kemur Kinjón aftur með fristinn, Styrmir með frákastið, kemst inn að körfunni, vel varið hjá Cedric. Já, það sem ég ætla að segja, þetta er svona önnur staða heldur en við höfum náttúrulega verið í meir en 25 ár. Sko, nú þurfum við að fara að hugsa betur, hvernig mönnum við liðið fyrir úrvalsdeild? Við erum búin að vera, við kunnum orðið að manna liðið ágætlega hérna fyrir fyrstdeildin og vera komið eins og fyrir þetta tímabil í toppbaráttunni fyrstdeild.
Þetta ekki öfundsvert. Nú höfum við báðir verið setið í stjórn í þessu félagi. Og líka, maður vorkennir stjórnir líka vitandi það er ársþing á morgun sem hefst. Já. Og við vitum það sem hefur verið í hreyfingunni að þessi ársþing snúast allt og mikið einhverja útlendingareglur. Já. Fín vörn hjá Viktori, óheppinn þarna. Styrmir, en skalið komið yfir, 19-18. Það fór rólega stað þessi svona í stigaskor þessi leikur en það liðinu aðeins að taka sig á. Já, Serjan Stojanovic kemur inn á fyrir Kristófer. Kristófer með 2 stig. Serjan ekkert ennþá. En við höfum nú séð það að Serjan getur aldeilis dottið í gang. Já, hann kemur svolítið inn þegar áþarf að halda. Darbo aðeins skakkur. Serjan svona ekta leikmaður sem hann tekur ekkert frá neinum en gefur öllum helling. Styrmir reynir sendingun inn á Viktor en Cedric gerir þetta vel þarna. Darbo, frábær vörn hjá Kinyon og Arnaldur í þristinn og setur hann. Þetta er hörku skrýtta. Hörku nýting hjá ármenningum. Það er ekki eftir það. Í þristónu eru 40%, 4 af 10. Það er sama hjá Skaganum, það eru reynda 2 af 5. Það eru bara Kinyon Hodges sem er búinn að setja þrist fyrir okkur. Styrmir fer einn í horninu og bara, það var eins og að vera að hlusta á mig. Þannig ég skal bara líka. Hvernig svarar þið þrist? Svona. Jæja, 22-21. Kári á Darbo, Kári fær hann aftur. Kinyon klár. Kinyon. Geggjaður varnarmaður, svona 1 á 1 út á velli. Viktor, þú þarft ekki að hoppa. Darbo í galoppi skot, hittir ekki. Viktor snöggur að koma sér undir körfuna, vel gert Viktor, hann var komin út fyrir völl hinum megin. Kinyon ræðst á körfuna, engin villa. Engin villa, varið skot þarna, segja dómararnir. Já, ég er bara ánægður með það, ég vil fá fleiri varin skot heldur en villur. Ég leiki mig yfir höfuð. Já, Darbo fer af velli og Frosti kemur aftur inn á. Styrmir með árásina, vel gert Styrmir. Geggjaður Styrmir Jónasson. Arnaldur gerir inn á teginn, Cedric galopinn. Hittir ekki, Ítur honum hana, já. En þarna, ég veit ekki hvort við getum séð þetta aftur, en honum er að hálfpartinn ítt. Já, mér finnst það. Út af þarna. En Skaginn fremstum yfir, Lucien og Julius að koma inn á fyrir Kinyon og væntanlega Viktor. Julius stóra núna. 14 sekundur á skotklukku, 21 sekundur eftir af fyrsta leikluta. Skagamenn fá pottið inn á sóknan. Já. Geggja, fléttunar hefur Júla. Já. Frosti. Ég verði til að vera með svona. Þetta Kára. Kári, frábær vörn hjá Lucien, erfitt skot og Julius tekur frákastið, geggju vörn hjá Lucien, 5 sekundur á klukkunni. Styrmir býr sér til plás, fer í þristinn, aðeins af. Júli var klár í helli uppið þarna. Já. Það líka mér. 24-21 eftir fyrsta leiklutan. Kannski förum yfir svona það helsta. Kinyon Hodges er með 8 stig fyrir Skagan, Cedric Taylor einnig. En skulum heyra kannski Óskar eða. We can switch every screen. I want you to switch every ball screen. And if they're looking for a post up with Cedric, I want you to try to overplay and be ready to help. But super important that if they're making a long skip pass over, that these guys are ready. It's not who you have, not your man. Just the closest guy takes the shooter. All right. We're doing this for maybe 1 or 2 minutes. Then I'm subbing Viktor back in. On offense, I want this to go 0 shooter next. All right, so Sertan is coming off into the corner. Juli, you're nailing him deep. And if you can, let's try to get him really stuck here, okay? Sertan, you come up. If you have it, take it. If not, we play it out, okay? Hey, let's go guys, good. Já, akkurat. Þetta er náttúrulega geggja að hafa þessa einsýn. Ég var nú svo sem í þessu hlutverki hérna fyrr í vetur að prófa eitt leik að hlera það sem hann var að segja og
En það er ekki betra að heyra bara beint. Þá vorum við að undirbúa það fyrir úrslitakefnina sem við förum ekki í. Akkurat, típist. En já, eins og ég var að koma inn á Kynjun Hotsins stigahæstur hjá Skaganum með 8 stig. Cedric Bowen með 8 fyrir ármenninga. Styrmir Jónasson með geggjaða innkomu af bekknum 7 stig hjá honum. Darbo og Kristoffer Breki með cirka 4 stigin. Viktor Bafuto með 4 stig og Viktor kom með 6 fráköst. Fyrsta leikur það. Já, Sergiana. og sama lið áfram inn á hjá Skaganum og geggja frákast þarna, það voru konið 2 drengirnir. Vel gert Lucien. Lucien í skotið, hittir ekki. Svona með rökum okkar frá því áðan, þá erum við núna með 5 Skagamenn inn á. Frábær vörn hjá Aroni. Geggja stekku bytnu upp, þetta var falleg vörn. Styrmir, sækir. Frábær! Hvernig fór þetta ekki niður? Og Kristoffer, þetta var ódýr villa, Lucien ekki alveg sáttur þarna. Engin leið að sjá, þetta virðist koma þarna á undan. Já, áður hann stakkur upp. En minka munin í 24-23, getur jafnað hérna, setja hann vítið niður og gerir það 24-24. Stefnir í hörku spennandi leik hér. Enda toppslagur. Já, 2 efstu liðin. Lucien galopin. Galopin í þristin. Þá er ekki að spyrja því, Lucien Kristoffers. Og náttúrulega gríðarlega mikilvægur, við komum kannski ekki nógu vel inn á það hérna áðan þegar við vorum að tala við Lucien og tala Lucien. Hversu mikilvægur hann í rauninni líka bara í sínum störfum sem þjálfari. Yngri flokkar þjálfari búinn að vera undanfarin ár. Já, við sáum hann dag þegar við vorum að stilla öllinu upp, mættum snemma hálftíð í bæ og hann var hérna þjálfa sko í einhverja 4 klukkutíma áður en hann fór að keppa. Já. Og Lucien aftur galopin, það er svo langur núna. En að gera að reyna að standa ölduna meðan hún er. Heldur betur, Arnaldur, hættu skotið, fer á Aron. Frábær vörn, aftur Aron Elvar! Setur aðeins kassan út af það í Arnald. Þetta vill maður sjá, það er svona dassarroka þarna. Já, ég var að vona, þegar áður þessi leikur byrjaði, ég hugsaði, ég vonaði að dómararnir myndi nálga þetta svona eins og úrslitakefnisleik. Það er skrítin saga en sönn að það er meira lyft í úrslitakefninu. Já. Og við erum bara að passa ykkur að vera í báðar áttum með það. Já, algjörlega. Og Frosti með innkastið og Kristoffer. Heyrðir þetta, Lucien, Aron. 3-3 hérna. Sergian galopin úti hægra megin, setur hann í loftið og niður! Stojanovic konublað! Frábær vörn, enn og aftur og þá er það dæmdur brotlegur. Og já, þetta er alveg rétt, hann fer í handlegginn á honum að það. Það var bara hann svo peppaður. Já, Jackson Baker er maður upp á 14,2 stig í vetur. Ég var búinn að frétta það, Hannibal, ég hef nú ekki séð þau í húsinu en foreldrar Viktor Bafuto, það stóð til allavega að þau kæmu á þennan leik. Já, ok, ég var allavega frá Brasilíu, notabenni. Pældi því, það er langt og dýrt ferðalag. Já, og ég svo sem hef það ekki dýrar en ég keipti að geggjaður Lucien. Sko, allir þessi leikmenn, ég var að nefna þetta með Kynjón aðan, í rauninni allir þessi leikmenn hljóta að vera að hugsa, þarf ég ekki bara að byrja núna að sýna að ég á heima í þessu liði, skilurðu, á næsta ári? Heldur betur. Hvort sem það eru heimastrákarnir, þú veist, uppöldu leikmennir eða hinir heimastrákarnir, skilurðu, Viktor, þú veist, að menn þurfa að sýna bæði stjórninni og Óskari, ég er alveg nógu góður í þetta. Já. Og það er líka gott fyrir að fá þennan leik í það. Og það verður líka mjög forvitnilegt að sjá að því að eins og þú komst vel inn á þegar við vorum að tala við bæði Lucien og Óskar og að
það sem hefur skapað þessi velgengni, marg búið að tyggja það að það þessi liðsheild. Ef það liðsheildin, það ekki einhver kani með 53 að meðaltali, skilur, sem að koma okkur upp daginn. Akkurat, það eiga allir þátt í þessu. Já. Lucien fellur við þarna Kristoffer í erfitt skot. Arnaldur gerir þetta vel út á Kristoffer. Kristoffer hikar aðeins, Arnaldur séðan í skoti, Viktor truflar hann og Kristoffer tekur séðan frákastið og þarna hlýtur að vera óíþróttamannsleg villa. Og þetta end-one-dómari! Hann var í hreyfingunni. Hengi? En þarna aftur, fyrir aftan miðju, verða að brjóta viljandi og Óskar akkurat að segja held ég nákvæmlega það. Aldrei. Loose, great, hey, great fucking job. Óskar vissi að við myndum stundum hleran og hann var að hafa ágjörði stundum blótar hann svolítið. En við vonandi bara grípur YouTube inni og blípar þetta eða eitthvað. Eftir á. Við höfum ekki eitthvað því. Aron á Kristoffer, Viktor með geggja frákast og skemmtilega. Það var svolítið svona James Harden í þessu að ná í þessa villu. Já, ég veit líka, þetta er nákvæmlega sem ég vil sjá Viktor gera meðan Cedric út af. Þetta ármannslið ekki stórt, Viktor virkilega stór og bara þetta var nákvæmlega hans jobb hana. Já, algjörlega og næri villuna og þetta var þetta ekki á Kristoffer, sennilega önnu villan á hann þá. Jú, sýnist það. Önnur liðsvillan á Ármenninga. Viktor skilar sig niður, 6 munur, 33-27. Eftir frekar svona hyggstandi byrjun hjá skagaliðinu og eru þeir komnir svona, mann hefur pínu á tilfinningu að það sé aðeins verið að malla hjá þeim. Já, ég sammála þig. Frosti kemur upp með boltan. Kristoffer aftur á Frosta. Fín vörn hjá skagaliðinu. Já, Kristoffer með góða gætur á Arnaldi hana, en endanum missir hann núna. Frábær vörn hjá Aroni. Það er engin skot auðveld, sérðu Kinjón laður á stað. Nei, kemst ekki inn að körfunni, sendingar yfir á Aron. Aron galopinn í þristinn, allt og langur. Og Viktor á síðustu snertingu. Eins og æstur hérna Aron. Já, þetta er fínt, nú erum búin bara að taka þetta skot, þannig að það ekki eftir. Já. Það var rosalega gaman að heyra áhorfendatölur hérna á eftir. Þegar við vorum að koma okkur hérna fyrir, koma okkur af gólfinu og þá var það vegi mínum einmitt fólk sem að bara nánast þurfti frá að hverfa af því að það bara voru hvergi sæti laus. Já, ég ætlaði bara ekki að komast hérna í sætið okkar. Nei, samt fyrir við í besta sætinu sko, langbesta. Langbesta sætinu. En hvað, Aron kom með 3 þá, nei 2. Þetta var önnu villan á Aron. Styrmir kemur inn í hans stað en þannig að sjáum eitt mynd úr stúkunni, þetta er fallegt. Já, geggja. Þessar gulu treyjur voru á sölu hérna líka niður í kjallara á samt vangjónum. Já, mér skilst að treyjurnar séu uppseldar en spurjið það endilega ef þið eruð í húsinu og eru að horfa á ITV. Já. En já, þessar treyjur eru náttúrulega bara skildegn núna. Já, klálega, treyjan sem að liða fór upp í. Já, og verður rosalega spennandi held ég að sjá, þú veist, ég held að menn hljóta að renna blind í sjóinn með að flytja inn í þetta nýja hús, að búa til einhverja nýja sögu þar, skilur þú veist, þetta er stórt, það verður kannski erfitt að mynda stemmingu nema að séu bara 1000 manns, skilur eða eitthvað, maður svona gerir sér ekki alveg grein fyrir því. Nei. En virkilega stór glæsilegt hús. Styrmir fyrir skagan. 34-29. Viktor fær góða hindrun eða hvað og það er villa á Jackson. Teikaði hérna Viktor. Kinjón fær boltan. Og Serjan, fín hreyfing á þessari sókn hérna, Viktor í geggjað, flott skot þarna, þetta var fallið sókn. Vel gert hjá Serjan, þetta er svo mikill liðsmaður.
Jackson í langan trist, setur þetta niður og komið svolítið síðan að ármenningar skoruðu þryggjastæðakörfu. Já, ég var ekki búinn að fletta upp hvað hann er með í þryggjastæðaprósentin. Hann er búinn að skjóta mjög mikið sem ekki minna, þannig að hann hefur trú á þessu skoti og það er alltaf gott. Og já, sóknarbrot á Viktor. Viktor þá kom inn með, þetta var nú... Þetta er dönsk dífa. Já, þetta var, og það er leiklega tekið og þá kannski að rétt kíkjum við á stöðu í öðrum leikjum. Snæfell 27, Breiðablik 35, Skallagrímur með 28, Hamar 27. Takk hérlega. Og við kannski reynum að hlera Óskar aftur. Yeah, we have, if they're popping, we kind of have to switch this. All right, if Cedric is back in, we go back to the same defense as we had. Just pay attention to where he goes. Victor, if Cedric, you see him descending the screen, he's barely setting him, just sprinting up, you have to follow. And we just have to trust the weak side to come cover you. Because this is empty side, and we don't have anybody else to run for it. All right, hey, I just want to reset the tempo a bit. We're kind of going all over the place. Take your time, set up, main thing. They're trying to fight through these screens, so the better and harder screens you set, and the more you set them up, the more open we're going to be. Remember, they're not too keen on helping, so drive aggressively, and then look, you're going to get deep inside. If they collapse, we kick out. If not, we go all the way. All right, next play. Let's go 1 up. 1 up. All right, come on. Ég gæti ekki betur heyrt en að hann nefndi tempóið. Já. Og kannski lykilatriði þarna að menn setji manni sinni upp fyrir skrín, fyrir hindranirnar sem að þeir eru að fá og þeim mun meira losniðir og þeim mun meira og þetta er ofta eitthvað sem að menn kannski gleyma í hita leiksins. Já, það er auðvelt að gleyma þessu. Já. Og eykur líka líkurnar á því að hindrunin verði löglega sett. En einhver reikistefna hérna. Ritaraborðið fekk nú, ég veit ekki hvort við vorum að bladra á henni áðan, en Ritaraborðið fekk nú sérstakar þakkir frá Sigurjóni áðan. Þeir eiga það algjörlega skilið. Það er bara hérna ungt fólk en sko, er orðið virkilega bara fært í þessu sem það er að gera. Já, ég meina, við erum að tala um þetta fólk sem er kannski kringum 20 og þau eru að dekka 10 ára reynslu. Já, nákvæmlega. En þá byrjar þetta aftur, 4 stegmunur, 36-32. Það er ekki eitt með Ritaraborðið. Þeir eru komið með svona lið eins og við erum með einn í dag. Lið sem er að fara upp í bónusdeildina. Það er stemning í stúkunni, vinir eru hérna. Já, akkurat. Þau eru með verkefni hérna niðri. Þetta er virðingavert og þau haldi áfram að taka dansinn. Þetta hins vegar, nú ætla ég að leyfa mér, þú talaðir úrslitakeppnisreglurnar hérna og þetta virkaði framan af leik eins og það yrði leyft ansi mikið. Þessi villa, þriðja villa á Viktor Bafuto, fannst mér verulega ódýr. Já, ég sammála því. Hann reyndi, mér fannst hann meira segja sko, sérðu hendurnar og hann er að reyna að... Hann er með hendurnar bara upp fyrir, það er kannski það sem maður er að setja sig í sportdófana, það sem er kannski horfið í það að hann hoppar með honum upp og fari áttina á honum, en það finnst mér ekki nóg. Já, þá kemur Cedric inn á eins og skot. Leð og Viktor fer að velli, Aron kom í hans stað, Kristoffer allt og fastur, nú giska ég á að verða stuttur í næsta. Já. Annar leikluti rétt bil hálfnaður. Nei, það var akkurat. Það var akkurat. 3 stiga munur. Nú þurfum við að væntanlega, við erum með frekar smátt lið inn á núna. Þannig að nú þyrftu skytturnar okkar að hitna Styrmir. Styrmir keyrir inn að körfunni. Geggjað Styrmir Jónasson! Darbo. Kristoffer og Jackson í langan þrist. Of langan, Cedric sterkur hérna í frákastið og Kristoffer hjálpar en... Flott að koma í hjálpina. Já. Ekki alveg hvað Aron var að ræða við dómarinn hérna. Ég held að það bara hann er að nota olbúan til þess að húka sig fram hjá honum en hann áttur að gera það aftur og aftur og aftur. Vel gert Serjan. Serjan, Styrm... Geggjur, nei! Kristoffer! Már! Það sá enginn Kristoffer, ég er ekki svo viss að Kristoffer hefur bara vita hvað hann var. Nei, Kristoffer átti geggjaðan leik á móti Fjölni í síðasta föstudag. Aftur. Á geggjað, þarna. Og það er akkurat dómarinn sem Aron rætti þetta við rétt á hann, sem að dæmir þetta. Já, þetta er líka mjög augljóst núna. Þetta var, hann fór betur með þetta á hann. Algjörlega, Jackson kemur að velli og Arnaldur í hans stað.
Mjög mikilvægt núna fyrir Aron að standa þessa vakt á móti Cedric og meðan Viktor á bekknum með 3 villur. Algjörlega. 4 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Kenyon inn að körfunni, óheppinn með skotið. Þetta 3. eða 4. skipti sem við erum að klúðra svona skotið, þetta ótrúlega. Já, þetta eru skot sem að, maður er búinn að heyra það. Arnaldur. Styrmir vildi fá hérna rauðning, tekka ekki. 38-37, fín kafli í ármenningu núna, það er að nýta sér í rauninni. Þetta er svona tímalega séð virkar þetta svipa, þetta er svona, kemur heim og saman við geggjaðu Styrmir! Já, þetta var erfitt! Herðir hérna boltan upp í klaffinu og fer bara beint í skotið. Og Arnaldur, þetta er eins og er ekki góð villa hjá Styrmi. Arnaldur með svona, já, svona eins og ég var að hrósa mínum mönnum fyrir áðan. Þetta er ekki gaman að sjá. Þetta er ekki í mínu húsi. Nei, hérna. Já, ég var að reyna að koma því út mér að þú veist þessi góði kafli ármenninga núna. Þetta er svona tímalega séð, þá er þetta svona, fylgir þetta nokkurn veginn því að Viktor fer að velli og þá svona. Sko, þetta er tvennskonar, bæði það að körfuboltalega hefur þetta áhrif og síðan líka bara andlega á liðið að vera ekki með stóra mannin sinn, sko. Já. Kenyon Hodges inn að körfunni og fær villuna og væntanlega 2 vítaskott. Já, klárlega. Þetta er vel gert af Kenyon að sækja sér hérna, keyra körfunni, fá víti. Já. Og það er verið brasi núna, sóknulega í 3 sóknir rauðja. Það er bónus. Það er komið bónus. Já. Já, þetta var líka alltaf skotvilla. Ég veit ekki hvernig orkubarnir þið fengu það annað út. En jafnleikur 3:11 eftir af fyrri hálfleik. Kenyon setur fyrra víti niður. Hans 9. stig, hann er búinn að hafa hægt sig síðan hann var með 8 í fyrsta leikluta. Já, klárlega. Það er 42-40. Sjáum að Kristoffer ætlar að dekka núna Cedric, hann gerði líka í Gráói daginn þar sem að Kristoffer fór á stóra mannin hjá Fjölni. Já, og sjáum við tilbúinir í hjálpina úr öllum áttum í rauninni, þá er einhver laus hins vegar. Frábær vörn, Aron. Og hann vill fá hann upp, Aron ákveður að klára þetta sjálfur. Já, Darbo ætlaði greinilega ekki að láta fá hann þetta alveg upp á sig og fækja bara þessa easy layup. En Kenyon gaf bendinguna hins vegar, það hefði verið æðislegt að sjá það. En við sjáum að þeir eru klárir í hjálpavörnina fyrir aftan Kristoffer. Þetta er vel gert hjá Cedric hins vegar og vill auki. Já, ég held ekki til því. Styrmir kemur upp með boltan. Vel gert. Styrmir inn að körfunni. Þetta er nú kannski ekki staðan sem maður er vanur að sjá Styrmi í með baki í körfuna. Það er flókið. Vel gert hjá Darbo. Flott skot af spjaldinu, Cedric með frákastið. Kenyon hins vegar ætlar að rífa það af honum. Alltaf tilbúinn. Nærði ekki, Lucien kemur inn á. Átti fínan leik hérna í upphafi leiks, Lucien. Thomas Kristoffis, Styrmir fer haltrandi af velli. Já, það var með ökla meðsli hérna. Hvernig var það? Það var fyrir Hamarsleikinn, spilaði ekki þann leik. Akkurat, bara daginn fyrir á æfingu, ef ég maður rétt. Já. Arnaldur inn á Darbo, hann í skot af vítalínunni. Serjan A, leitnum frákastið. 2 mínútur tæpar eftir að fyrri áleik. Kenyon fær hann. Fær hindrun. Hann fer inn að körfunni með Frosta á sér út í Aron. Aron aðeins og langur. Og Kristoffer síðan brýtur á Cedric í frákastinu. Og já, auðvitað. Þetta er ekki sóknarvella þegar sem að Cedric var kominn með valdaboltan. En maður gefur svona villur. Kristoffer er í baráttunum boltanna, við viljum sjá það. Algjörlega. Cedric setur fyrra vítin niður. Já, þetta er búið að vera flottur fyrrahálfleikur Cedric. Skallagrímur með 10 stiga forskot á Hamar. Þegar fyrri hálfleikur er rétt við það að klárast. Það er mögnu úrslit. Heldur betur.
svona hálfpartinn búinn að detta botnin úr tímabilinu á Hamri svona undanfarna vikur. Já, það rosa erfitt að tapa 3 leikjum í röðu framlengingu, sko. Það verður ekki sálrænna en það. Nei. Kinyon í tvistinn. Hann bara með svo fallega stróku þessi drengur. Þetta skot sem hann vill taka. Já. Og síðan, sko, annað sem hann hefur að hann stekkur mjög hátt í stökkskotinu, þannig að það ekkert á allra færi að verja þetta. Viktor þarf að passa sér núna á 3 villum. Arnaldur í þristinn, allt og langur. Sidrik auðvelt frákast hjá honum og sniðskot 46-46. Og Lucien 1 á 1 á móti Arnaldi. Óheppinn þarna, mikil baráttum frákastið. Endar hjá Kristoffer og villan á Kinyon. Þetta snirtileg villa hjá honum. Þetta góð villa, en þetta alveg ótrúlega. Við erum búin að fá núna bara 4 skipti þar sem við erum að leggja boltan í hringinn og hann einhvern veginn svona skoppar í burtu. Já. Þess að skæðin sé bara fegnir að þurfa að skjóta í hinakörnuna í seinna hálfleik. Já, maður veit ekki, Og þá komast Ármenningar yfir í fyrsta sinni í svolítinn tíma. Já, ég held bara sinnstöðurinn 19-18 þegar ég komst yfir þá. Já, þeir voru yfir 18-17 líklega. Já. Og Kinyon fær hindrunna frá Viktori, aftur inn á Viktor, leggur þetta niður, snirtileg sókn, einfalt og gott. Já, þetta var vel gert, en þú fáir aðra sókn í kjölfarið, það eru 36 sekúndur á skotviku, leikviku en 19 á skot. Já, Arnaldur, sendingin út í hornið, Kristoffer Frosti í erfitt skot, Kristoffer okkar tekur frákastið. Serjan Galopin að það hinum einn, en nú það alltaf bara 1 skot væntanlega. Já, 48-48 og skynsamlega gert. Kinyon vill fá hann. 10 sekundur á klukkunni. Serjan í langan þrist, skilar rétt niður. Kristoffer með gott frákast, en boltinn lendir á endalínunni þarna. 2,9 eftir og þetta ekki að taka leikhlé. Frosti í langan þrist, þetta var ekki galið. 48-48, æsi spennandi leikur hér. Ef við gerum þetta upp, Hannibal, ég meina, þetta ekki bara akkurat það sem maður mátti búast við? Ármenningar til leikur skiptir það á miklu máli, þó að þessi leikur skiptir kannski Skagamenn máli af öðrum ástæðum. Akkurat, jú, þetta klárlega það og líka ég bara svona ánægður fyrir það að vera með fullt hús af fólki og þetta leikur sem við erum að fá. Annar liður ekkert að fara að rústa hinu. Það var hætt á því að spennustigið hjá báðum liðum væri skrítið fyrir leik, en þau eru bara greinilega klár. Já. Herðu, við vorum réttir ennum yfir. Kinyon Hodges stigahæstur hjá Skaganum með 12 styrmir af bekknum með 11. Viktor Bafuto með 10 hjá Ármenningum Cedric Taylor Bowen með 17. 10 stig á Kristoffer Breka og Jackson Schuler með 9 stig. Viktor Bafuto með 8 fráköst og skotnýtingin betri hjá Skaganum, 46% í heildina á móti 37. Fráköstin nokkuð jöfn, Ármenningar búin að sækja svolítið á þar, þannig að það mikið jafnræði bara með þessum liðum. Já, það bara nákvæmlega þannig. Ég held að þessi staða 48-48 sé bara mjög samgjörn. En ég held að við þurfum að fá meira en 15 mínútur í hálfleik. Þetta fólk ekki að fá afgreiðslu eða að komast að klósið því þetta. Akkurat. Það bara mikið að við tökum okkur hlé og við komum aftur með síðan hálfleikin eftir 13 mínútur og 40 sekúndur. Never every day for a throne. Everybody should come to live in their back.
in my dojo, out the window. No, you can't get no money, silly hoe. I just hit a stain, funny dope. Hey, funny dope. Talking out his neck, listen to his throat, bite. Blow this motherfucker, he gon' choke. Bite. On the ground, on the floor. Zoom, pick him up. Take him to the mall. I'm riding through New York. Bite. Finna go and shoot New Jersey up. Bite. Trying to take my chain, that ain't going. We gon' come and blow New Jersey up. Bite. Some hurry up. Try to run, bitch, we 30'd up. Just like a volcano, bitch, I'm curried up. Keys in my pockets, velvet up. Hey, I'm on the money in a fucking coupe. Finna pull up in the zoo. Let's go, nigga, who the fuck is you? I don't know, nigga, no, nigga. Blow up on your block, we gon' blow, nigga. Go, nigga, run, nigga, run for the ball, nigga. Gas what I smoke, nigga. Feds in my dojo, out the window, nigga. No, you can't get no money, silly hoe. I just hit a stain, funny dope. I just hit a stain when they go. Everything we have. We want to leave everything on this fucking floor. From the first minute to the last. What we talked about at half, offensive rebounds, fast break points, and open shooters are the biggest factors for us defensively. What I expect them to do, Cedric was talking about it, Chris, somebody heard it, they're going to be playing horse twist, which is their 23 kind of play. So they're sending Cedric for a down pick, probably for Darbo here in the corner. So what we need to make sure, Victor, is that you just stay high enough so you're ready for the curl if Darbo wants to shoot that mid-range. Whoever is here, start fighting early and fight through it, all right? Hey, first play, let's go 23. And if we score from it, continue to run the 5-out sets, the 2 sets. They're playing so close to our shooters, we have so much space to work with. Everything is over for the drive. All right, guys, let's go! Þá það komið á hreint. Sæl veriði Örn Arnarsson og Hannibal Hauksson. Heils ykkur fyrir þennan síðasta hálfleik. Síðasta hálfleikinn maður og Örn. Ég feginn að vera út á gólfinu. Það heitt hérna. Það rosalega hiti. Það heitt. Já, og þessi risa loftræsti stokkar, þeir hafa ekkert í þetta. Ekki neitt. Ég tók nú ekki langt rölt hérna í hálfleik en ég kíkti aðeins inn í pallana og það var gaman að sjá. Maður sér Óli Óskars hérna, við sérum að Hilmar Sigvalda fyrirverandi stjórnarmaður hérna með Óla, Borgildi Jósó hérna, Siggi Sigur Rúnar sem stóð hérna vaktina í annarri deildinni fyrir 2010. Já. Svo einhverju séu nefndir. Vésteinn Sveinsson hérna, því hún nefndi Borgildi. Já, svo Áskell og Oddur og það allir sem eitthvað og hafa einhver tíma verið eitthvað. Og þetta Dagur Þórisson og fjölskylda. Já, og Jón Þór. Kristófer með flottar hreyfingur. Vel gert hjá Viktor að taka þetta frákast. Lucien fer í árásina og það sóknarbrot. Það það samt. Darbo, já, ég ekki frá því að þetta sé, jú, þetta hárrétt. Hann samt lappirnar á honum, samt ekki í stöðu, en ég ekki að fara ákvað. Ég alltaf oft þar. Já, en hann ávalla möguleika að komast þarna undan. En það gaman að það áhugaverð úrslit í gangi. Blikar sennilega tryggja sig. Með sigri eru yfir í hálfleik á móti Snæfellingum 48-39 og Skallagrímsmenn með 12 stiga forskot þegar það 2 mínútur rúmar liðnar af þriðja leikluta að gegn Hamri og það bara verulega áhugaverð úrslita því að eins og þú komst inn á það, Skallagrímur þetta ekki búið. Þeir eiga möguleika ennþá. Þeir eiga möguleika. Merkileg. Og þegar líka Skallagrímur með innbyrðis á bæði Selfoss og KFG. Já. Kristófer í þristinn, okkur vantaði Kristófer í fyrri hálfleiknum og núna hann mættur. Kristófer fyrsti leikluta annars leikluta maður. Hann hefur verið að taka upp á þessu nokkur sinnum að koma í þriðja og ég vona að ég býða hann velkominn. Já, algjörlega. Við vorum með Styrmir Jónasson í fyrri hálfleiknum að stíga upp. Við vorum með Lucien í upphafi leiks. Nú það Kristófer vonandi. Viktor. Og hann átti Viktor bara að fara upp. Já, þetta eru menn að reyna svona einhvern veginn að þrönga einhverju sem að var ekki á eins og maður segir. Þetta er bara að halda áfram.
skemmtunum sem við fengum í fyrirháleik. Já, gleymum því ekki að eftir að þessum leik lýkur að þá auðvitað bikarafhending og gullpenningar háls á Skagamönnum. Heldur betur. Og við verðum áfram í loftinu og þá förum við mögulega niður á gólfið aftur, Hannibal. Og reynum að ná tala af einhverjum í viðbútt. Já, líka gaman að láta vita því að það er hérna partí í Keilusalnum eftir leik. 18+. Kristoffer, frábær vörn, Cedric Bowen. En einhver síður á Skaginn innkastið. 13 sekúndur á klukkunni. Viktor fer í árásina, gerir þetta vel. Skemmtilega hreyfing hjá Viktor Babuto. Cedric Bowen. Þannig að sjáum við nú Lucien lenda á hindrun. Lucien komið með Cedric á sig hérna undir. Kristoffer gerir þetta lestöðuna vel. Já, Viktor lendir í vandræðum, hann er á 3 millum, hann þorir ekki að fara upp og reyna að blokka þetta og það er bara eðlilegt og vel gert hjá ármenningum að fara þessa leið. Já, Kinjón. Já. Í þristin, aðeins og stuttur. Hann er betri í þessu sem maður myndi segja mjög vondri, engri íslensku í rauninni catch and shoot. Já. Cedric gerir nákvæmlega það hér, en Kinjón með frákastið. Sótti þetta frákast bara upp á efri hæðina. Já. Hann vinnur best þar. Ótrúlegur stökkraftur. Serjan, frábær hreyfing. Hann vissi alveg að Viktor myndi vera laus þarna. Þetta var Serjan og þeir voru að tala saman. Viltu að hlaupa þangað? Já, á ég að fara þangað? Gerðu það. Og hann gerir það og fær þetta. Já, þetta var virkilega skemmtilega gert. Og hérna, sendingin góð. Frost í þristin, erfitt skot, svo sem. Vel af Serjan, aftur með boltan hérna, fær aftur hindrunna frá Viktor og aftur inn á Viktor! Viktor Babuto! Treður þessu! Og ég beðin að hanga ekki og lengi í körfunni, þetta er geggjað! Hann er bara að passa þess að lendi ekki ofan á boltanum, hann er með boltan undir leppunum og það er... Þetta var bara sama uppskrift, þegar maður bara... Gerum þetta aðeins flottar núna. Ég held að það hafi farið hérna starfsfólkið í húsinu því að það er ekki margir leiki síðan að Viktor braut spjaldið hérna. Megum ekki við því, það er ekki til annað spjald. Nei, en þetta er nú kannski, ef einhver tíma ná að brjóta spjald, þá er það í þessum síðasta leik. Þetta var nú tvígripslykt að þessu, en já, misgrip mögulega Kristoffer með þristin hins vegar upp úr því. 57-58, Styrmir. Viktor sækir inn að körfunni. Ég hvort það eru einhvern veginn að sjá það, þetta var slagt skot hjá Viktori. Hvort það eru að sjá kannski að Cedric er ekki að ná að eldan inn. Góðverðin Styrmi og Óminn Serjan hana. Sko í þessum sóknum sem undanfarnar eru, þar sem að Viktor byrjar fyrir utan þryggjastælínuna, snýr sér síðan inn og keyrir inn á körfunni, þá er hann bara einhvern veginn bara langt á undan Cedric inn. Cedric næri ekki að fylgja honum inn, þannig að þeir eru greinlega að reyna að spila svolítið upp á þetta. Aftur núna var Styrmir með honum, það gekk ekki upp. Arnaldur, Darbo, fær opið skot og setur það niður. Þetta er svolítið að byrja eins og fyrsti leikurti, kemur svona smá þryggjastæða kafli frá ármenningum og Skagamenn mega bara ekki við því. Já. Styrmir. Gaf þarna dómaranum auga, kemst í vítalínu skot. Vel gert. Sjáum við hvað Viktor er að hjálpa honum. Já, Styrmir er aðeins að láta Kristoffer heyra hérna eftir að hann setti þetta niður. Mikið tengi ég. Kinjón heppinn að fá ekki vita þarna, segi ég nú, en nú er aðeins einhvern veginn eins og sé verið að leyfa pínu meira akkurat núna. Já, Arnaldur er þristinn. Já, þetta er bara, þeir eru bara núna í þryggjastæða leik. 64-59. Og það er Kristoffer á Viktor og Kristoffer fær hann með Kristoffer nafna sinn á sér og þetta er slagt hjá Kristoffer. Darbo og Arnaldur aftur í þristin og nú fáum við leikhlé og skal ekki sáttu með þetta. 8 stiga munur og ármenningar fagna hér. Já, þeir eru búin að taka núna bara 3 þrista í röð og það er nánast munurinn. Já, þetta getur ekki verið
Nei, sko, núna reynir Óskar að berja sínum mönnum eitthvað í brjóst. Stoppa þetta. Now they made 3 threes in a row. I'm resetting the tempo, and we need to do a better job of picking up the shooters. I know number 1, Cristo, just made a 3, but all game long he's been catching and driving past us. So we need to be smart about staying a little bit further away from him and make sure we stay in front. He's the guy who's breaking us down now. It's not Darbo. On offense, we're just getting a bit too stale, a bit too stagnant. All right, so take your time. Let's go 1 next. Set good screens, get it all the way through, run, and see what we have. All right, hey, guys, it's gonna be a long game. Continue fighting every second. Let's go. Yeah. Það koma náttúrulega inn á þetta, þeir eru ekki að ná að setja nóga mikla pressu á skotmennina. Akkurat. Vandar hærra tempo í vörnina. Hörku fyrstu 5 mínútur hjá Ármenningum, þeir eru konum með 19 stig hérna í seinni hálfleik. Á móti hvað 11 hjá. Já. Á sama tíma halda Skallagrímsmenn áfram að bara auka munin, eru konum með munin í 15 stig gegn Hamri. Á meðan Snæfellingar aðeins að saksa á heimavelli gegn Blikum. Þar er staðan 55-50. Styrmir kemur upp með boltan með Ría. Serjan kemur út í gegnum hindrunina, gengur ekki. Styrmir enda með boltan, þarf að fara í skoti. Þetta er erfitt. Það var engin opnun einhvern veginn að verða til. Nei. Arnaldur. Og frábær vörn, ætlaði ég að fara að segja. Styrmir. Já, ég held þessi samanlega. Þetta var frábær vörn. Sjáum þetta aftur hérna. Allavega sá maður á viðbröðum Styrmis að honum fannst hann taka boltan bara. En breytir því ekki. Engin leikur án dómara og við getum verið ósammálaðir, en þá endanum er það þeir sem ráða hins vegar. Algjörlega. Þetta er eins og að vera ósammálað veðrinu, skilur. Mér finnst ekkert að hafa verið rigning í dag, skilur. Nei. Þú veist, ég hef ekkert með að segja. Já. Ég hef álíka mikið með að segja. Geggjað! Fín villa, Styrmir. Kristófer. Ok. Jón, þeir eru spila mjög þétta vörn og það var akkur það sem Óskar sagði. Þá verðum við áðan að við þurfum að nýta okkur það til að komast fram hjá þeim. Kynjón í erfitt skot og villa á Frosta. Ég ætla að segja að ef þetta væri ekki villa með það sem var dæmt til minn áðan, þá höfði ég farið að taka viðurumræðuna við lengra. Já. Það er Aron Elvar að gera sig kláran að koma inn fyrir Serjan, nei, Kristófer. Já. Kristófer Már ekki ennþá almennilega ná sér á striki í þessum leik, sóknarlega allavega. Nei, við erum svona kannski, já, besti leikmaðurinn okkar, svona mikilvægasti leikmaðurinn oft í tíðum. Í vetur, algjörlega. Já. Kynjón, allt og stuttur. Og aðeins og stuttur, en ekki, nei, kannski ekki of stuttur, frekar stuttur. En Óni fór hann 67-60, við þurfum að fá kannski 2-3 stopp í röð hjá Skaganum til að jafna þetta upp á nýtt. Cedric Bowen á Darbo. Aron í gegnum skrínið, Aron með fína vörn á Darbo hérna, komin undir körfuna á Cedric. Viktor er eftir hann alveg út af þryggjastælínu, fer í erfitt skot á endanum. Fín vörn hjá Skaganum. Já, þetta var gott. Serjan. Og aftur reynir hann að finna Viktor. Nú er Serjan komin á hann hérna. Kynjón hjálpa til Viktor. Halló. Þetta er ekkert annað en óíþróttamannsleg villa. Þetta er mjög skrítið. Hann er að halda utan hann. Talandi úrslitakeppnis. Þetta er, já, sko eins og ég segi, þarna finnst mér línan kannski, hún sveiflast pínu. Ja, algjörlega, ég meina þið bara þorði ekki að dæmi þetta, það er bara það sem gerðist. Já, og Serjan kemur í gegnum hérna Urmula, skrínum og fer í flott skot og Viktor! Endar hjá Serjan, setur hann á spjaldinu, þetta er reynsla. Spjaldið Óni eru bestu skotin. Já, hann er sýnt okkur það aðra, þetta er ekki til 62-67, Frosti með boltan fyrir Ía.
út á Darbo, hann reynir að finna. Vel vakandi Viktor, geðveikt. Við erum búin að fá 2 stopp í röð núna. Já, þú baðst 3. Ég baði þetta. Og Skæinn á þennan bolta. Já, rétt. Já, fyrir að varnandi hérna. Cedric á bekkinn, það er spurning hvort að Óskar hvíli Viktor aðeins með 3 villmynda sína, hann er búin að standa sig við samt vel og 3 villum í þessum 3. leikmynda. Já, ég býst við að hann reyni að fresta þess kannski eins og þeir gerðu áðan ármenningar. Aron í skotið, hann dansar upp úr. Við heyrum hvað stúkunni fannstu þetta. Já. Hann slær boltan en vissulega lendir hann síðan á honum. En þetta er 4. villan á Viktor Bafutto. Þetta er bara risastórt áhugjefni, það er bara þannig. Já, og allar okkar fabuleringar voru bara stoppaðar í fæðingu. Já, það var bara svolítið þannig. Staðan í Borgarnesson er 68-51, 17 stiga munur. Skallagrímsmenn bara í auka munin í aft og þétt. Þá er það ármenningar, Darbo, Frosti. Yfir í hornið á Jackson. Geggjuð vörn á Kenyon Hodges. Halló. Aron sleginn í andlitið þarna. Og stemning í húsið, mér líkar það. Lúsien gerir upp með boltan. Aron kemur út, sækir hann, kemur á Serjan. Serjan fer í þristinn, þetta er erfitt skot. Kenyon í baráttunni í frákastunni nærði. Kenyon fær hann segjan aftur frá Aroni. Það var mikilvægt sókn frákast. Kenyon í árásinna, út í horni á Lúsien. Lúsien í þristinn, að dansar af. Og ármenningar með frákastið. Arnaldur kemur upp með boltan. Ármenningar ekki búin að skora núna í, 1-3 mínútur eða svo. Já, og Skagamenn bara búin að setja 3 á meðan, en... Og frábær sending frá Darbo, geggjuð sending inn á Jackson. Baker. Þetta er styrkleikinn hjá Darbo. 7 stig. Serjan. Svolítið mikið dribbl og Lúsien tæpur þarna inn að körfunni og farið í netið. Karva góð. Vel dæmt. Og Kenyon var nú þarna galopinn í vinstra horninu og tilbúin í stöðu. Heldur betur. Skemmtilega myndir þarna. Guðmundur Kort og Cesar Óli á myndavélunum hjá okkur í dag, eða í kvöld. Standis eins og heitir að vanda. Já. Og kannski af því að maður veit ekki að þetta getur leyst upp í eitthvað kaos hérna eftir leik. Það langar mig líka að nefna að Snorri Kristleifsson og Heiðar Mar Björnsson er að stjórna þessar útsendingu og gera það náttúrulega bara frábærlega eins og alltaf. Kemur sendingin út í hornið, Frosti í þristinn og langur. Frábærlega stíð út þarna hjá Lúsien. Styrmir kemur upp með boltan. Styrmir inn að körfunni og fær villu. Vel gert til Styrmir þegar varnarmaðurinn er ekki í jafnvægi og breytn og einn og bara lætur vaða. Já. Og hann uppsker villu hann á Darbo. Var það Darbo sem fekk hana? Sýndist það. 3. villan hans. Já. Jackson reyndi að taka hann á sig en ég er ekki sem að það tekist. Styrmir skilur þessu niður. 65-69. Ágætis svar frá Skaganum. Getur minkað þetta í 3 hér. Gerir það ekki. Darbo kemur upp með hann. Og Baker í þristinn. Snöggan þrist. Þetta var mjög skrítinn sókn. Já, hann er bara að skjóta alveg svakalega þessu leik. Kristoffer, en auðvitað, og skref á Kristoffer. Kristoffer Már er bara algjörlega off í kvöld. Ég ætla bara því miður. Já, en það er einn leiklut eftir. Ég ætla að gefa honum og leiða honum að njóta af hans.
En vissulega gerði þetta verkum að Ármenningar þá myndi fá boltan aftur. Að Baker tók þetta snögga skot en Frosti geggjuð vörn hjá Styrmi, Frosti kemst fram hjá honum, þeir skipta, Aron með fína vörn, Lucien síðan tekur við á Baker og Villa á Aron. Aron allavega biður hana að fær. 11,5 sekúndur eftir og 4 stiga munur og það eru 2 víti sem að Ármenningar fá. Finnst Arnaldur verið að byrja skiptingu hérna. Fær hann ekki strax. Baker skilur þessu niður og þá kemur skipting. Kenyon Hodges kemur inn á fyrir Aron. Og Cedric inn á fyrir Arnald. Hér meginn. 6 stiga munur og Kenyon kemur upp með boltan. Verður að fá körfu. Kenyon í árásina skilar þessu niður. Ég finnst hann alltaf geta gert þetta. Og Darbo frá miðjunni í spjaldið. Já, ég algjörlega sammálaður. Og hann virðist geta skorað þegar hann vill. Já, mér nefnilega finnst það svolítið. Og svona þegar hann bara að reyna þetta svona þessi einföldu hluti sem hann kýr svo vel, þá hann geggjaður. Algjörlega, við skulum heyra í Óskari. All right, hey, we're sticking to this lineup for maybe 1 or 2 more minutes. So small lineup right now. We're continuing to switch every pick. But what I want you to do, guys, on all of these off-ball actions, if you switch out aggressively, these are steals. These are careless passes they're making. We kind of want to punish them, all right? So be ready for that, but also be ready if Cedric gets it inside, or even if Jackson gets it, he's staying for a while, let's get a double team from baseline. So take away middle, double team from baseline, and we have to rotate like crazy to shooters, all right? Offense. 3. Let's get Kenyon underneath, Sertan up top. Okay, if you don't have something wide open, I want to get it to the second pick. All right, second pick, but if they're switching these picks, set it pretty flat, and then go immediately. Sertan has the ball, he's gonna find you if you go. And if the guy from the corner is helping, that's a wide open. All right, guys, hey, 10 minutes, 10 minutes, let's go! Já. Ég ekkert viss þetta séu 10 mínútur. Nei. Væri náttúrulega geggjað ef við myndum enda í framlengingu hérna í þessum síðasta leik hérna, en ég er búinn að vera að rýna í tölfræðina og sko tapaðir boltar hjá Skaganum eru 11-8. Þetta er ekkert eitthvað rosalegu munur, en Ármenningar eru búin að skora 11 stig eftir tapaða bolta hjá IA á móti 5 hjá IA. Þarna liggur pínu munur að nýta töpuðu boltana hjá anstæðingnum. Algjörlega. Og þetta er nánast munurinn á liðunum. Ég er ekki með tölfræðina á bakvið, en ég er nokkuð viss um að þetta sé yfirleitt öfugt hjá IA í sínum leikjum, af því að Kenyon hefur verið að stela svo mikið af boltum og breyta sóknum sem að vera til þess að boltin tapast sem endar hraðaflum hjá IA. Já, Kenyon Hodges er stigaðastur hjá IA með 15, Styrmir með 14, Lucien 9. Lucien hér, Styrmir opinn hinum megin, Lucien finnur Styrmir núna, fer í þristinn og langur og Cedric með frákastið. Baker í árásina, fín vörn hjá Serjan en vel klárað hjá Baker. 73-67. 6 leikur. Kenyon með Frosta á sér hér, það er hindrunina frá Kristó aftur í horninu, Styrmir. Hann þurfti bara að stilla sig af, fyrsta skotið var bara til þess. Þetta er líka vel gert af Kenyon, hann veit að Styrmir getur skotið, hann klúðraði hann og gefur hann brann og séns. Já, og það, þú veist, ég hugsa líka bara fyrir skotmann. Já. Þegar að þú ert nýbúinn að klúðra skoti og leikstjórnandiðinn, atvinnumaðurinn, leitar að þér strax í næstu sókn. Og svo Kenyon Hodges! Krafturinn, vera kraftinn á körfuna hana. En þarna sér við, þetta er nákvæmast að segja hann, með Cedric, hann er ekki að elta mennina sína að körfunni, hann nennir ekki að spila of mikla vörn. Við þurfum að nýta okkur það með, sérstaklega með að við erum litlir á móti. Geggjuð vörn hjá Styrmi, Frosti fær ekki neitt. Skagaliðið getur komist yfir hérna, frábært svar hérna frá Skagaliðinu. Kenyon fær hann. Allt áfram.
Á Kristófer í þristinn yfir Cedric. Það var kannski ekki, en aftur, Kynjón að reyna að koma Kristófer inn í leikinn. Akkurat. Kristóf með Cedric sendur á Frosta. Darbo síðan hótar skotinu, kemst inn fyrir vítalínuna og setur þetta einhver munn aftur í 3. Gríðarleg gæði í honum Darbo. Viktor að gera sig kláran að koma inn á 4 villum, munum það. Já, Sertan. Sjáðu. Það á styrmi, Lucien bakkar inn og finnur Kristófer í skotið, aftur skakkur, Lucien með skott frákast, Sertan í þristinn! Já! Hann jafnum metin, Lucien Kristófers! Og vorum við ekki að taka leikli bara í beint í kjölfarið. Já, bara geggja, sjáu þið Lucien hérna, öskra stúkun í gang. Það eru svona hlutir sem að skapa velgenguna. Þetta eru þessi litlu hlutir, þetta er ekkert flókin leikur, þetta er ekkert bara að skora 30-40 stig. Þetta sem að Lucien er að gera hérna, innkoman hjá honum, þetta skiptir bara að veðrast þetta upp. Hey, I just feel like every single time you set a pick here with Cedric, you get a quick roll, it's something is open. They aren't really helping, so we can just look for the passes. But what we do next time, Victor, you're gonna seal, so you're gonna keep this line. All right, so we're gonna play 2, we're gonna come up, immediate pass back, seal, and then we play. All right. So you need to keep the position. All right, good passes in. Hey, guys, come here. Now, 2-3 great minutes. Get the fans involved, defense on point. Let's go. Sko, nú hef ég Óskar grunaðan að vera með okkur í eyranu. Hann var akkurat að tala það sem við vorum að segja með Cedric. Þegar hann verðaði pick, þar sem hann þarf að fara út úr tegnum, þá er alltaf eitthvað opið. Því að hann er ekki að ná að fylgja inn. Akkurat. Hamra þetta, já. Viktor kominn inn á, eins og sagðir, á 4 villum. Já. Mögulega í síðasta sinn í leiknum sem hann kemur inn á. Vonum auðvitað að... Við sáum að heyrum að Óskar baðum. Þetta er skref, alltaf. Óskar baðum 2-3 góða mínútur á ákefð og það er það sem að byrja vörðin allavega á. Kynjón. Út á Serjan. Aftur Kynjón, Kynjón var vel opinn þarna. Serjan fær hindrunina frá erfitt skoti á Kristó! Já! Hann átti þetta svo skilið. Já, þetta var hann, en þetta er málið, með góða skittur, þeir hætti ekkert að reyna. Nei. Já, hérna hér, já. Geggjað. Þú þarft að vera ákveðin típa til þess að vera einmitt ekki að hitta neitt en halda samt áfram að skjóta. Akkurat. Þetta er til dæmis eitthvað sem að ég hafði ekki sem leikmaður. Ég er bara að segja það. Ef að fyrsta skotin fór ekki niður þá bara... Ég get sagt að ég tók ekki eitt skot á öllum ferðinum. Nei. Sem voru undir bara 40 sekundur að gera. Enda skotin ekkert endilega allt. Það er ekki bara þeir sem skora sem vinna körfuboltaleik. Nei, það er En Kynjón galopinn, setur hann niður og Sertan Stojanovic með enn eina stóðsendinguna. Þetta var hans 7. stóðsending. Við höfum oft talað hversu góður sóknarmaður skorar í Sertan Stojanovic en hann er mjög oft stóðsendingahæstur í liðinu einnig. Cedric orðinn þreyttur greinilega honum hana. Ég sagði þetta á hann er ekki bara að spila svona 40 mínútur sko. Sertan með 4,8 stóðsendingar. Hei! Og villa þar. Og Kristófer Cedric Bowen ekki sáttur. Nei, þetta er bara tæknivilla en Styrmir er ekkert að fara að neitt að draga. Sjáum þetta aftur hér, hann ætlar að tróða þessu hérna og þetta er bara klár villa. Ég veit ekki yfir hver hann er að kvarta. Hann þarf að passa sig að stoppa. Hann er ekkert að því, ég veit ekki hvað hann á að fá langa tíma. Við erum komin til að horfa á körfuboltann, ekki hann að tala við dómarann. En frábær kafli það sem Óskar baði kannski 2-3 öflugar kraftmikla mínútur. Hann er bara að fá það. Sko, við kannski tölum ekki nógu mikið Óskar. Þetta er ungur strákur.
Þetta örugglega, ég ætla að fullyrða einn af efnilegustu þjálfurum á Íslandi. Ég held að segja, hann ekki orðinn 30, sko. Nei, sko að ég bara veldi í fyrir ef hann orðinn þjálfari af þessu kaliberi núna. Hvað getur hann orðið þegar hann kominn bara á Freyka Rúnars og Viktor að ná sér í villu, síðustu villuna. Þetta er óskynsamlegt hjá Viktor Banggood. Þetta algjör óþarfi, en þetta bara ákefð. Já, en hann langaði svo mikið að ná boltanum hann. En skynsemi náttúrulega alls engin. You've done an amazing job. Keep it at it. Hey, Victor, your game is not done. Victor! Continue to help him on the weak side, talking to him how to guard center. All right, sweep at him, went to double team. Talk to him. Gekkja. Þetta bara talandi Óskar. Já, menn þú ert ekki búinn þó þú sért ekki inn á. Þetta er akkurat, þetta er nefnilega eitthvað sem gleymist oft. Þeir sem sitja á bekknum, sumir sitja allan leikinn á bekknum, þeir hafa hlutverk að gegna. Akkurat. Sjáum að Kristófer er að beita rosalegri vörn á Cedric hann undir körfunni. Já, og fær nú hann álbúinni. Engin vill að dæmt þarna, Serjan. Ég veit ekki hvort að hendi þeim eitthvað að vera að róa, bara áfram gakk. Já, Serjan á Aron, galopin, setur hann yfir! Aron Elmar vill vera með í þessu partí og er komið 10 stiga munur. 2 á Cedric hér. Þá er einhver laus einhvers staðar. Arnaldur er svona semi-laus og skilar því niður. Aðeins að drepa niður stemminguna. Kemur Styrmir. Langar bara að fara í árásina, gerir það, missir boltan og fótur á Arnald. Heppinn þarna, Styrmir. Já, heppinn og óheppinn. Já, akkurat, hann var óheppinn fyrst En 7 stiga munur þegar það eru tæpar 5 mínútur eftir. Skallagrímur 85, Hamar 66. Og Snæfell 73, Breiðablik 70. Það er ekki allt búið þar. Nei. KVF og KFG spila á morgun. Serdan í galopi skot, þá er það bara niður. Þetta sá okkar Stjörnin gerði, hann keyrir á Cedric. Cedric ætlaði ekki á hann, bakkar á honum, opið skot. Geggjuð stemming í húsinu. Kristófer úti í horni á Frosta. Frosti fer í skotið. Þetta er frákastið sjálfur. Já, flott skot frá honum. Serdan með frákastið. Það var svona samvinnu frákast. Já, Serdan og heyrðu, bónusskiltið af stað. Og Örinn, nú er bara spurning munamenn. Já, Statti veit hvar Örinn var. Já. Já, það er gaman að þessu. Hannes kom með þetta bónusdeildarskilti hérna, bara til þess að fá að koma inn á Vesturgötuna. Og gaman að segja líka frá því að verslunarstjóri Bónus og Akraness er í húsinu. Já. Kom hérna með Derhúi og Serdan Stojanovic, já, akkurat sem að klæddi byggarinn á hann. Já. 11 stiga munur, 4 mínútur eftir. Já, þetta er að, eins og Óskar sagði eftir leikina móti Fjölni, þú veist, mér langar ekki að fara í partí eftir tapleik. Nei. Og það vill það náttúrulega enginn, en ég held líka Örn að þú sem þjálfari og leikmaður þegar þú ert með það möguleika að kveðja húsið ef það verður þannig. Já, með sigri. Með fullkomnu. Reddi, ok, hvílir aðeins út reddi. Já, sko, að klára sísonið taplaustir í þessu húsi það er gulrót og ég trúi því ekki að það sé ekki allir í þessu liði sem vilja það. Akkurat. Rétt heyrðu við Óskari tala við Styrmi þegar hann kom út af. Styrmir er með 17 stig. Hann myndi á, Lucien er á 4 vittur, verður klár. Aron Skynsamur. Styrmir og hann langaði, en Skynsamur fekk að ráða. Nú þurfa Skagamenn að vera skynsamir. Já. Þetta er samt línudans að sko halda áfram að sækja en að gera það samt og nýta klukkuna vel. Misskilningur hann á milli Kynjóns og tæknivill á Aron Elmar. Fyrir hvað, yfir hverju er hann að kvarta, ég gerir mér ekki alveg grein fyrir því af því að þetta var bara í rauninni sending bara beint út af. Minni þólið með fyrir honum heldur Cedric. Óskar vill fá að tala við sína menn. Hey, he's on 4 fouls. Continue to play aggressively on deep.
On offense, if you don't have a wide open fast break, take our time. Run our 2 sets, 2, 23, 24. This guy. But I have more guys on the bench who are great players. Don't worry about it. Já. Það í mörg horn að líta. Ég dáist að þessum þjálfurum sem að og af svona ungu manni að vera svona góður í svona þessu kallast svona mannstjórnum, management. Það bara finnst mér alveg magnað. Það bara svona ekta dæmi eitthvað sem hann fæðist með. Já. Frosti í horninu, Kinyon bara stekkur yfir. Hann komin á þriðju. Setri kanna. Kristoffer þarf að, þetta aftur svona óðagott pínu, Arnaldur. Hann góður í þessu. Já, Lucien. Það búið að gera þetta ekki óvart. Nei. 8 stiga munur. 2 mínútur og 55 sekúndur. Já. Það verður náttúrulega hátíð bæ hérna eftir leik en að sjálfsögðu vilja menn gera það eftir sigurleik. Lucien með fína hindrun hérna og villa dæmd á Arnald. Þriðja villan á Arnald. Engin alvarleg villuvandræði hjá þeim. Cedric með 3 vissulega og Kristoffer með 3 og Arnaldur núna með 3 sem telst nú ekki villuvandræði. Aron út á Lucien. Lucien döðlangar í þristinn, hætti við. Lucien fer á körfuna, geggjað! Geggjukarfa! Þetta erfitt. Hann gerir þetta svo vel. Já, hann svo sterkur. Hann svo sterkur. Sjáðu vörninni á Aroni. Þeir að gera Cedric lífilegt. Cedric ekki með Viktor inn á vellinum. Arnaldur út í Frosta. Frosti ekki búinn að vera að hitta vel í leiknum. Aron stígur vel út hana. Við sjáum það strákarnir eftir að Viktor fór út af. Hvað það var stíð upp í hans stöðu. Algjörlega. Kinyon út á Serjan, Serjan í þristinn, svo stuttur, baráttum frákastið, ármenningar hirðan, Frosti, keirir upp og á Darbo, hann frábær, Aron Elvar á Kinyon, farðu nú á korfuna drengur og engin. Gleymum því ekki að Kinyon meiddist í síðasta leik. Já, það ekki að sjá núna. Nei. Og hann virtist einmitt sko bara meiðast nokkuð illa, snýri sig á ökla. Já, en ég held að það ég hafði nættar áhyggjur þá, ég sammála því. En ég að segja að það hann sé inn á vellinum í þessum leik að spila alla þessa mínútur meiddur mögulega í leik sem við erum búin að vinna deildina, það segir okkur tvennt. Annars vegar það að þeir eru að fara upp í bónusdeildina, hann vil sína það að hann erindið þangað. Svo það hitt, hann vil klára tímabilið með sigri á heimavelli. Algjörlega. Ármenningar búin að gera stóra skiptingu hjá sér. Inn á kemur leikmann númer 7 Magnús Dagur Sveinsson og númer 15 Frank Gerrisen. Spilaði held í okkur. Það rétt. Serjan á Aron. 6 sekundur á klukkunni núna. Kinyon fer á stað. Geggjað. Kláraði þetta með hægri. Hvað var þetta 17 skoti sem við missum? Sjáum að Kristoffer sækir inn á körfunni, frábær vörn hjá Kinyon. Það er leikmann nummer 21 einnig komin hérna. Það er hann Frank, er það ekki? Nei, það er Kaldal. Nei, Kaldal. Kaldal meina ég. Kári Kaldal segi ég. Ok, nú þurfum við aðeins að ná þessum leik í smá jafnvægi. Já, og við sjáum að Daði Már er klár að koma inn á. Væntanlega bara næst þegar klukkan stoppar og þá standa skagamenn í stúkunni upp. Kinyon Hodges og frákast til Aroni. Hann var bara að hugsa aðeins svo langt fram í tíman. Og við sjáum hér að stúkan stendur á fætur, við gerum það bara líka. Við verðum að gera það, við sjáum ekki neitt. Nei. 44 sekundur, Arnaldur. Og Skaginn með frákast og klukkan er ekkert að stoppa. Þetta er bara geggjað. Og við þurfum eiginlega bara að treysta á okkar mannir á gólfinu, held ég. Cesar Óli, hvað er myndavælinn í honum? Kinyon Hodges klárar þetta með stæl. Það eru skiptingar á núna.
Já, það er akkurat á stundum sem þessum sem við söknum pínum myndavélaplatsins. Já, heldur betur. En hvað er þetta að segja við þessu? Þetta er fallegt, það kom allir inn á síðustu 20 sekundar, 91-81. Já, Július, Jóel, Guðbjartur og Hjörtur. Já. Jóel kemur ekki. Bara þetta er fínt að fá þessar mínútur skráðar. Kári, spurning hvort Ármenningar ætti að klára þetta með skoti. Kemur sendingin og hér er mögulega og þá er leik lokið og allt gjörsamlega tryllist. Konfetti partí. Konfettið, ég veit ekki hvort þeir ætla að spila þessar 0,2 sem að virðist vera eftir. Þetta er geðveikt. Þetta er gjörsamlega geðveikt. Það er spurning hvort að við reynum ekki að fara að koma okkur niður á gólf. Það er spurning hvort að ég geri það. Þú vilt standa á vaktinni hér, Hannibal. Gera það. Yellow! Let's go! Let's go! Take it for the game! Shake hands! Shake hands! Laten liggen, bro. Við ætlum að fá alla áhorfendur aftur upp í stúku og meðan við ætlum að veita verðlaun. Verðlaun af því hverju hérna. Fá Skagaliðið til þess að raða sér hérna upp. Já, góður áhorfendur. Ég ætla að sjá það að Hannes Jónsson er mættur með bikarinn og medalíurnar. Og manna upp í stúku. Þetta er að fara að gerast, gott fólk. Sáðum Fannar Helgason að fenda liðinu sínu bónushúfurnar. Tákgrænt. En nú að fenda núna gullmedalju. Strákarnir mættir í bónusdeildina. Er þið í loftinu? Fannar, til hamingju með þetta. Hvernig líður þér akkurat núna? Þetta er bara geggjað, algjörlega geggjað. Stórfætli stund fyrir okkur allan. Við höfum verið að berjast í Skaganum.
á náðsafriki. Þetta bara geggjað, tapleysar heimavelli, full stúlka, þetta bara fallegt. Þú spilaðir, það ekki rétt hjá mér, þú spilaðir síðasta leik sem IA spilaði í úrvalsdeild. Algjörlega, ég gerði það. Í þessu húsi það? Nei, ég gerði það á Akureyri. 15 ára. Og ég held ég 1 eða 2 leiki í úrvalsdeild með IA. Þannig að þetta verður bara geggjað. Hversu mikið eigum samt eftir að sakna þessa hús? Það eru margir talað að Vesturgatan sé eitt besta körfuboltahús á Íslandi. Ég held sko bara að það sé ógeðslega mikill söknuður. Þetta bara geggjað hús og að myndast geggjað stemming hérna og geggjað fyrir okkur sem að halda utan þetta að hafa svona viðburði eins og í dag. Þannig að ég átti að sakna þess mikið. Ég bara vona að nýja íþrótt okkar muni bara verið hér gott sko. Það er bara innilega til hamingju og njóttu kvöldsins. Sömuleiðis. Á eina góða almenna myndaða glöldu. Já, gott viðtal við Fannar Frey Helgason. Hann tengdist liðinu þegar hann féll árið 2000, hann tengist liðinu þegar það fer upp árið 2025. Virkilega vel gert. Verður þú að pressar? Já. Þú verður með sér tónfyrir. Þarna heyrðum við þegar Hannes og Óskar skiptast á orðum. Bónusdeildina, Skagamenn, Íslandsmeistarar 2025, áfram IA. Bikarinn á loft. Kristófer, hvernig líður þér akkur núna? Bara sjúklegt spennufall. Mér líður ógeðslega vel. Þetta er bara það sem við erum búin að plana allt sísonið og tókst bara eins og við plönuð það. Þú ert búin að vera lykilmaður í þessu liði núna. Þú veist, hvernig ertu búin að nálgast þetta tímabil? Þú ert borgnesingur. Þú ert skallagrinsmaður sem að notabenni, þeir eru að vinna Hamar í kvöld. Hvernig er að vera borgnesingur að ná þessum árangri og vera að taka þátt í þessu með Skagaliðinu? Það er bara geggjað. Strákarnir eru bara leið og ég kominn að byrja æfi í sumar. Bara bestu félagar. Og það er ekki hægt annað en að vera góður með þeim í liði. Það er bara, maður má klikka eins mörgum að vill. Og þeir hvetja maður áfram. Ég meina, hvernig er að hafa þetta síðan með sér? Þetta er bara, ég hef aldrei upplegað þetta. Þetta er alltaf fullt af leikjum með okkur. Og þetta er bara, þú verður bara að reyna á þig. Getur ekki annað. Ég held að sé einhver myndataka að fara að gang. Takk hérlega fyrir veturinn. Já, nú var að stilla liðinu upp hérna í myndatöku með bónusdeildarspjaldið fyrir framan sig. Áhorfendurnir sem voru þar fyrir aftan eru allir komin út á gólf. Litum okkur bakum. Sjáum hérna styrka bát sjónarhorni sem að myndatökumennandi fá. Stórstund. Hverjir eru bestir? Hverjir eru bestir? Til hamingju, takk fyrir geggjaðan stuðning í kvöld. Það er heldur betur rétt hjá sigurunni. Takk fyrir geggjaðan stuðning í kvöld. Þetta er æðislegt að sjá Vesturgötuna stútfulla af stuðningsmönnum. Fyrsti bikarinn á lofti í 32 ár, fyrsta skipti í bónusdeildinni í 25 ár. Þetta eru tímamót.
Herri, ég komin hérna með Aron Elvar, heimamaður. Hvernig að taka þátt í þessu? Það bara ótrúlegt. Það bara besta í heiminum að vinna og heima, besti heimi. Þetta tímabil, ef þú bara getur svona reynda að draga þína upplifun að þessu tímabili saman í bara 2-3 setningar, þú veist, hvernig myndur lýsa þessu tímabili? Perfect. Ég ætla að segja eitthvað annað það, bara perfect. Bara, það er búið þessu gaman og bara, þetta bara perfect. Og fyrir þig sem heimamann sem búinn að vera standavaktina undanfarin ár, við erum búin að vera að gangi í gegnum mjög erfið tímabil. Þú veist, það er ekki langt síðan að við vorum bara 0-24 í fyrstu deildinni að vinna deildina með sko einhverja leiki eftir. Þú veist, þetta lítur að vera bara ótrúlegt fyrir þig sem líka bara heimastrá. Ég bara gæsaður að tala um þetta sko, þetta bara mikið gæsaður bara að frá því og núna allt annað en bara að vinna sig upp svona er bara besta sem gæti gerst og nú er klubburinn bara komin upp og við þurfum bara að halda áfram að standa okkur. Og nú er það bara framundan, það er bara bónusdeildir á næsta ári. Ég meina, er einhver önnur ástæða heldur en að bara halda þessari stemmingu bara áfram? Já, bara meiri stemming og bara standa okkur á næsta ári og þessi áhörður þetta á næsta ári bara fullkomið. Þetta er bara allt í koma skal. Já, sannarlega. Til hamingju. Já, fallegt viðtal við Aron Elvar. En ég veit svo mikið hversu mikið við höfum að bæta við. Jú, Lucian er nú hann í mynd. Mér sýnist Örn vera á einhverjum frekari veiðum. Og hann sýnist vera bara að ná í Kinyon. Með bónushúfuna og gullpenninginn um hálsið. Okay. Yeah, man. Kinyon Hodges in that. Hey there, Kinyon. Congratulations on the win. Congratulations on the gold. Thank you. How does it feel? It feels good. For me, for this being my first year playing pro basketball anywhere, just coming out of college, to come to another country and win a championship for a club that hasn't won it almost over 32 years, it means a lot to me and it's special. So, did you feel when you came, I remember seeing you for the first time in a practice game against Fjölnir, and then you were not eligible to play the first game against Sindri. Did you feel then that we would be standing here covered in confetti? I always knew we had a chance because we're coming here with Serge has experience, Crystal has experience. We have a great team. Victor, Lucian, everybody, the bench, the young guys, we have a great team. So I always knew we had a chance. But I didn't really, you never believe it, you never really imagine it until it happens. So, but I always knew we had a chance. So, what does the future hold for you? There's a game on Monday and then you go home, probably hoping for a contract extension for the next season, or what? Yes, sir. So yeah, hopefully I get that right there. And then for me, it's just compete Monday, get the dub, let the young guys play a little bit more than they have all year, go home, work out, train, and then come back next year. I just want to say, just on behalf of myself and all of us on EITV and our viewers, really thank you from the bottom of our hearts, because it's been a real pleasure to watch you play. Yes, sir. Thank you, and I appreciate you all. Já, fallegt, tökum undir hvert orð sem að Örn sagði hérna í lokin. Við þökkum Kinyon fyrir gríðarlega skemmtun. Þetta er skemmtikraftur. Þetta lið er skemmtikraftarlið. Fögnuðurinn á gólfinu er svona að dvína en hann er bara að færast annað. Minnum á að það er 18+ partí í Keilusalnum núna strax eftir leik. Leikmann ætla að heiðra stuðningsmenn með nærveru sinni. Þannig að það er spurning hvort að við förum ekki bara að draga okkur þá líka í hlé og förum að fagna með liðinu og með stuðningsmönnunum. Þetta er blendnar tilfinningar í þessari útsendingu. Síðasti leikurinn í fyrstu deild. Liðið á leiðinu upp í bónusdeildina. Þar sem að
Sýningarrétturinn verður að öllu líkindum ekki okkar, en Örn komið tilbaka. Örn, ég var að segja að þetta er sennilega síðasta útsendingin okkar einhvern tíma. Þangað til annað kemur í ljós. Já, þetta búið að vera geggjað, náttúrulega tímabil. Geggjað tímabil. Og sko, það er rosalega mörg highlight ef maður slettir. Akkurat, ég var að mynda að segja á hann þegar að hrósa Kynjan og þakka hann fyrir hans framlag. Hann er náttúrulega bara að vera búið til hérna fyrir okkur vídeó. Algjörlega. Og ég er allavega einn af það, ég er mikill aðdáandi hans og ég vona innilega að það verði ekki gerðar stórtækar breytingar á þessu liði, af því að mér finnst bara spilamennskan á þessu tímabili búin að einhvern veginn verðskulda það að þessu menn sko gefi þessu séns. Akkurat. Þú veist, að fara upp í úrvalsdeild og vera bara með svona liðskörfubolta, þar sem boltinn gengur á milli, þú veist aldrei hver er að fara að skora mest. Þú veist, og kannski er það nógu gott, kannski ekki, þú veist. Það er bara einu til að koma að staði, ég er sammálaður. Mér finnst það mjög spennandi og falleg svona leið og það er svolítið í bara anda þessa klúbs á mínum mati. Algjörlega, og ég finn það bara núna að ég er svona, maður er bara hálf meir. Líka að horfa yfir þetta hús, þú veist, það er svo mikið saga hérna. Þetta er, við vorum í stjórn saman þegar við vorum að berjast að fá að koma aftur hingað frá Jaðarsbökkunum og það hafðist á endanum, enda geggja hús og við söknum þess meðan við vorum á Jaðarsbökkunum. Við erum bundir þessu húsi gríðarlega sterkum tilfinningaböndum, svo það sé sagt. Já, en ég held að þessari marathon-útsendingu okkar fari að ljúka Skallagrímsmenn sigra Hamar 94-79, það er bara framlengt hjá Snæfell og Breiðablik. En það skiptir okkur ekki öllu máli. Það er síðasta umferð, það er á Selfossi á mánudagskvöldið og eins og Kynjón sagði að þá langar honum að spila upp á yngri strákana, þú veist. Og mér finnst það bara flott ef það verður þannig en við þurfum sennilega að fara að slá botnin í þetta. Þú veist, dauðlangin og bara til dæmis að bara halda áfram hérna, kannski vera með slow TV meðan að starfsfólki sópar upp þetta konfetti kannski. Hver átti þessa hugmynd? Ég segi nú ekki að það. Ég veit ekki. En Hannibal Hauksson, það er búið að vera sönn ánægja að vera með þér í kvöld eins og svo oft. Miklu frekar. Í vetur og Heiðar Björnsson sem var á hljóðinu og myndstjórninni og og Snorri Kristleifsson sem stjórnaði þessari útsendingu með honum, Guðmundur Kort og César Óli á myndavélunum. Þetta væri ekki hægt án ykkar og ykkar áhorfendur. Ykkur bara við þökkum bara kærlega fyrir samfylgdina í vetur og í rauninu undanfærin 10 ár getum við sagt. Já. Í körfunni. Það er kaflaskil en það verður smá pása en sjáum hvað gerist. Það barst mér í eyru áðan að næsta vetur þá náttúrulega megum við örugglega sína sko bikarleik, þannig að það gæti alveg verið að við séum ekki alveg farnir. En nú tekur bara fótboltinn við hjá okkur og hvetjum áhorfendur að sjálfsögðu til að fylgjast vel með okkur á iatv.is er dagskráin okkar og fylgja okkur á Facebook, X-inu, Instagram, bara allstaðar, þá þurfum við ekki að missa af neinu og ég held að við segjum bara góða helgi, er það ekki bara Hannibal? Farið varlega hann úti. Þangað til næst. Já, þangað til næst, takk.